Já, komið heil og verið sæl. Chess After Dark kosningasirpan hefur göngu sína í, sko, það alltaf í lagi að missa töluna þegar við erum komin í 200 og eitthvað þætti, en númer hvað þessi þáttur í kosningasirpunni? Það aðeins verða þegar við erum undir 5. Já, þetta 50 núna. Þetta 50, já. Og já, svona fyrir að síg og setni endan. Það búið að vera geðveikt gaman. Já, þetta búið að vera mjög gaman og þau kom öllum fyrir að hlusta. Þetta búið að vera algjörlega geggjað og já, bara, en það alvöru veisla framundan í kvöld. Nóg eftir, við erum með alvöru kanónur í kvöld og svo gerum við þetta allt upp áður en að það verður talið upp úr kössunum. Já, og það má kannski minna á það bara að nýta tækifærið að við verðum hérna á 50-dagskvöld með Björn Inga, Björn Ingi frá Viljanum hér og Jakob Birgis, þar sem við ætlum að spá fyrir kosningarnar, spá í spilin. Klárt mál. Þannig að þetta næst síðasta viðtalið. Já, en áður en við komum að gestum kvöldsins, þá ætla ég að lesa upp skilaboð frá vinum okkar og ég hvet ykkur til þess að taka þau. Þetta er aðeins öðruvísi form en venjulegu þættirnir. Við bara lesum alla okkar frábæru samstæðsæðila upp í byrjun og svo leyfum við gestum kvöldsins að tala. Já, erum ekki að grípa, já, algjörlega, við erum ekki að skjóta samstæðsæðalinn í miðan þátt. Nei. Airbroker, stóra farþegaþotur, sjúkravélar allan heim, sérhæfðavélar með læknateymum borð. Þeir eru með samninga við 100 aðalum allan heim. Hvorki meira en minna. Nei, ef þú ert að koma frá, sko, það skiptir ekki máli hvert þú vilt fara. Hvað náttúrulega snjúk til Rómar? Eitthvað er það, bara þyrla enga þótt að ekki málið, sko. Svo er það bónusgripið og greitt, þeir eru mættir í 11 verslanir. Ég veit að gesturinn okkar, hann væri hrifinn af þessari þjónustu. Já, þetta bara, já, ég held að verða það báðir reyndar. Þeir eru mættir í Norðlingaholtið, Kauptúni og Skeifunni, þetta er eins og eldur í sínu. Það sem ég besti bónus er að þeir segja Black Friday, það er allir dagar hjá okkur Black Friday, sko. Já, bara hvað er það? Já. Er ekki bara venjulegur dagur í bónus? Hver annar mánudagur hjá þeim, sko. Svo er það frumeri fyrir besta fólkið. Já. Fyrir alla. Allir að drífa sig í skoðan til frumherja. Orri Hlöðarsson, framsóknarmaður. Já, og svo er það svo er það Budvar-menn. Það er tekniska gull. Aftur, margir að spura mig, ertu að tala um Budvæsirinn, er hann bandaríska? Nei, það er ameríska sullið. Við erum að tala um tekniska gullið, Budvar-Budvæsirinn. Áfengislausa að sjálfsögðu. Og svo er það David Jones sem eru leynitrixi í svefnherberginu. Rétt. Stútfullar af næringarhefnum og meinhollar döflurnar frá þeim og svo er það náttúrulega bara fáránlega bragðgóðar en síðast en ekki síst er það MG Marvel og MG4 það eru BL sem að flytja það inn og við kunnum þeim bestu þakki fyrir það, Birkir. Það líka bílar. Þetta er bara besta sem hefur komið fyrir mig að fá hana bíl. Þetta er bara, þetta eru notalegi bílar en nógu það, af því að það er komið að þættinum í kvöld. Já. Byrjum á því að bjóða Áslaugu Örnu velkomna. Takk kærlega fyrir. Já, allt og langt síðan síðast. Allt og langt. Já, þetta líður einhvern veginn svo hratt. Það gerist bara svo mikið í pólitíkinu allavega milli þátta. Kannski ég ætla að skjóta inn, ég var að horfa þig á Stöð 2, þetta var svona áhugavert sjónvarpsefni, auðvitað kannski var ég ekki markhópurinn sem var að ná til að vera að reyna að hrista. Eldri, sko. Ég veit að það var að reyna að hrista upp í þessu og ég var ætlað að vera eitthvað töðar að segja mér fannst ekki það skemmtilegt en kannski fannst unga fólki þetta skemmtilegt. Já, það var miðað svona 18 til 24 ára kjósendum og sérstaklega þeir spurðir efni sem í menntaskólum og háskólum í dag og það var svona svolítið fókuserað á það en það var lítið svona beina kapprar, þetta var mikið af já og nei spurningum sem oft eru snúnar og svo var svona kvarði sem við vorum að labba á milli þess að vera mjög sammála, frekar sammála hlutlaus eða ósammála og svo var eitthvað svona brotið upp á með einhverju skemmtlu. Já, þetta var ágætt. Þannig að það var allavega verið að reyna að tala um pólitík fyrir unga fólkið og ég bara fagna þannig frumkvæði, sko. Já, algjörlega. Klárt mál. Áslaugu út í fyrsta sæti fyrir Sjálfstæðisflokkin í Reykjavík Suður og svo erum við með fyrsta sæti í Framsóknarflokknum í Kraganum. Willum Þór Þórsson, velkomin. Já, takk fyrir kærlega. Sko, Willum, þú varst ekki á Stöð 2, þú varst að horfa á okkur skemmtilega leik á hana, ekki? Jú, ég var að horfa á Exeter Birmingham. Það sjálfsögðu. Hörkuleikur. Já, það blasir við, missir ekki svoleiðis stórleik, sko. Ekki bara 2 ára ári. Já, strákurinn að spila. Já, hann spilaði allar leikinn og var bara, þetta er mjög gaman að þessu. Hvað er hann að fíla lífið í Birmingham? Bara, hann er búin að koma sér vel fyrir og er bara ánægður með þetta, sko. Já. Birmingham er skemmtileg borg. Já. Ég er búin að ná því núna 2 og kemur hreinlega bara óvart, sko. Já, hann gerir það. Já. Eru hann og Tom Brady félagar eða? Ég myndi ekki segja það. Nei. En hann hefur nú alveg hitt hann og heyrt í honum. Já, gekkja. Og þetta auðvitað bara mikið ævintýri, þetta er skemmtilegt bara. Já, klart.
Það ekki á hverjum degi sem við fáum ráðherra í settið, hvað þá 2 í einu. Það var aldrei gest. Það hefur aldrei gest. Nei, fyrsta sinn. Þannig að við kannski bara byrjum á því að hjóla eins í mannin áður en við tökum boltan. Byrjum á þér Áslaug. Nú varstu auðvitað þessu kjörtímabili háskóla innar og nýsköpunarráðherra. Eða langar að segja okkur og hlustendum hvað árangri þú náður í þessu embætti á þessum rúmlega 3 árum? Já, í stóru myndinni þá orðin ný stoð í efnahagslífi landsins. Það þannig að við erum komið með hugverka og tækniiðnað sem alvöru atvinnugrein á Íslandi. Það sem að spretta fram fjölmörg ný fyrirtæki með spennandi störfum, auknum útflutningstekjum og auknum verðmætum fyrir land og þjóð. Og það svona, ef við förum alveg í stóru myndinni, burtséð frá öllum aðgerðunum sem við náðum árangri með á kjörtímabilinu, að þá hefur þetta auðvitað verið markmið stjórnmálana bara síðan ég fæddist. Að setja eggin í fleiri körfur, að átta sig á því að langtíma markmið að minnka hagsveiflur á Íslandi fæst fyrst og fremst með því að við höfum fjölbreyttara atvinnulíf, að við stólum ekki á greinar sem eru undir náttúrunni komnar, það að segja að við vitum ekki hvernig sveiflast eftir því hvaða fiskur eru í sjónum eða hvernig ferðaþjónustan og hvernig áhugi landsins á okkur eða álverði í heiminum, heldur að við treystum meira á hugvitið og tækni og ég ótrúlega stolt af þessum árangri. Þetta svona smá einstök saga fyrir hagkerfi. Burtséð frá stöðunni í efnahagslífinu sem mest talað þessari kosningabaráttu, að þá það í raun þannig að við höfum búið til stoð sem hefur margfaldað útflutningsverðmæti sín, þau hafa 5-faldast á örfáum árum og sú grein í íslensku samfélagi sem vex hvað mest umfram verðbólgu í dag og hefur til dæmis vaxið 17% á fyrri helmingi þessa árs. Og ég geti talað lengi hér svona einhver sérstök mál sem hafa stuðlað að þessu. Við ákváðum að taka háskólana út úr menntamálaráðuneytinu til að koma nær samfélaginu, nær áskorunum samfélagsins, meðal annars í samstarfi við Willum, meðal annars til að fjölga heilbrigðismenntuðum, til að átta okkur á því hverjar áskorunum samfélags eru. Háskólamenntun auðvitað líka að verða meiri svona þekkingaröflung gagnvart því sem að gera í samfélaginu, þarf að vera sveigjanlegri og við erum komið með svona frumvarpum það að nám geti verið örnám að því að við þurfum öll að bæta við okkur þekkingu seinna á lífsleiðinni, ekki síst út á þeim tæknibreytingum sem að verða. Þannig að ég mest stolt af þessum árangri og ég held að þessi ríkisstjórn eftir þennan fókus á nýsköpun og frumkvæði einstaklinga sem rýmar svo náið við þá stefnu sem ég aðhyllist í pólitíkinni sem að trúa á einstaklingin og að framtak hans sé það sem skapi verðmæti hér, sé það sem ég allra stoltust af. Já, klart. Glæsilegt. Eitthvað sem að þú hefði viljað klára sem að kannski gafst ekki tími til? Það var breytingar á menntasjóðunámsmanna þar sem frumvarp síðustu ríkisstjórnar sem var gert í mikilli sátt og mikilli samvinnu ólíkra flokka, það einfallega hefur reynst illa og að reynslan var bara svolítið að komast á þá og öll gögn eru tilbúin til þess að breyta kerfinu núna. Við höfum verið að taka saman gögnum mentasjóðin, hvað að ganga vel og hvað að ganga illa og þetta heljarna verkefni að breyta mentasjóðnum. Síðan það kannski aðgerðaráætlun í gervigreind sem ég kynnti eftir að boðað var til kosninga. Ég ákvað að kynna hann og setja hann í samráðsgátt. Það mælir ekkert gegn því, einfallega af því að tæknin býður ekki þrátt fyrir kosningar. Og Ísland og samkeppnishæfni okkar gagnvart gervigreind skiptir öllu máli og burtséð frá því hvað ríkisstjórn tekur hér við eftir helgi eða eftir einhverjar vikur eða mánuði eftir stjórnarmyndunarviðræður, að þá fannst mér mjög mikilvægt að halda þessum málum áfram. Þar eru gríðarlega mörg spennandi tækifæri til að innleiða menntun í innleiða gervigreind í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, en ekki síst líka í rekstri hins opinbera, í stórfelldum sparnaði og útgjöldum og bákninu, í bara afgreiðslu umsókna eins og bara í útlendingamálunum, í skattaeftirliti, í hverju sem við getum eiginlega hugsað okkur. Og það svona kannski mál sem
ég hefði gjarnan vilja fylgja mér eftir en við kláruðum nokkuð verkefni í því, það var efnahagsleg ábótagreining á tækifærum Íslands sem og það komin gervigreindarlausn sem greinir alla gullhúðun hjá henni opinbera og getur sem sagt gefið ráðherrum upplýsingar það hvaða löggjöf hefur verið gullhúðu, það að segja verið gengið lengra á kostnað atvinnulífsins þegar við setjum lög sem eru byggðar á EES-samningnum. Klart. Mjög gott. Viljum, nú varst þú þetta heilbrigðisráður á þessu kjörtímabili, ef við bara fáum að spegla spurningunni yfir til þín, hvað árangrið þú náð í þessu embætti á rúmlega 3 árum? Já, það búið að ráðast í fjölmörg verkefni. Fyrst vil ég nú segja að það raunverulega árangur sem að Áslaug Arna talar hér þegar við fjölgum stoðum á bakvið útflutningstekju grunn þjóðarinnar. Það við búum í þannig hagkerfi sem mjög háð því að skapa verðmæti og skapa útflutningstekjur til þess að standa undir velferð og við höfum á 7 árum 2-falda framlög til heilbrigðiskerfisins. Það þetta mjög mikilvægt að við nýtum alltaf fjármagn sem fer í heilbrigðiskerfið mjög vel og nýtum þær auðlindir sem að eru raun og veru að bakbein heilbrigðiskerfisins og það fyrst og fremst allar þær heilbrigðisstéttir sem að sinna þjónustunni og tryggjum þeim sem bestan aðbúnað og af því Áslaug Arna nú hérna með mér að þá skiptir líka máli að við mætum þeim áskorunum sem í að manna kerfið og fjölgum þeim sem byrja hér í námi, háskólanámi og reyndar fjölbreyttara námi á framhaldsskólastigi og það höfum við gert og það mjög mikilvægt að því við erum að horfa til framtíðar. Við höfum líka bætt aðbúnað nemenda og þá þeirra sem að sinna kennslunni ekki síst starfsnáminu og fjárfest í hermisetrum bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri og sett góðan pening í það. Þannig að við höfum verið að samhliða því að treysta svona þær stoðir sem að bæta aðbúnað og fjölga hér þeim sem að í okkar eða svona helstu stéttum í heilbrigðisstéttum. Þá höfum við líka verið að styrkja stofnanir og styrkja öll þau þjónustustig sem að við erum að horfa til. Það sem ég vil nefna hins vegar og mér finnst kannski kjarninn í þessu öllu saman að þjónusta fólkið og jafna aðgengi óháð efnahag. Þetta hef ég haft að leiðarljósi og raunverulega í heilbrigðisstefnu og svo í sáttmála ríkisstjórnar og það hefur við gert á flestum sviðum og farið nálgast það með því að gera samninga alla þjónustu og að því við ræðum gjarnan það hvort að þetta eigi að vera á færi hins opinbera eða hvort að þetta eigi að vera einkafyrirtæki eða hvað annað en þetta algjörlega óháð rekstrarforminu. Þetta fyrst og fremst horfum við á það að veita þjónustuna og nýta mannauðinn, nýta auðlindirnar og við höfum samið við sérgreinalækna, það var samningslaust í 4,5 ár með slæmum afleiðingum, sérstaklega afleiðingum, talandum jafnt aðgengi óháð efnahag, að tekjulægri fjölskyldur og einstaklingar neita sér þá þjónustuna vegna þess að það gliðnar á milli þess kostnaðar sem að þjónustu veitindur þurfa að bera og standa undir og þess sem greitt fyrir þjónustuna af hálfu sjúkratrygginga fyrir okkur skattgreiðendur. Þannig að við erum á þessum tíma, þessum síðastliðnum 3 árum búin að semja við hjúkrunarheimilinu alla sjúkraflutninga, við sérgreinalæknana, við sjúkraþjálfara og það nýmæli, við erum búin að semja núna við tannlækna og tannréttingalækna og fyrst og fremst til þess að styðja við börn að komast í tannréttingar og það óháð efnahag og núna bara á þessu liðlega ári sem liðið og þetta met ég í árangri, þetta mælu við, eru 1000 fleiri börn heldur en áður
sem að mæta í tannréttingar og það þýðir bara eitt, það eru fleiri börn, fleiri fjölskyldna sem að geta leyft sér það og þetta eru auðvitað það sem þetta snýst að veita þjónustuna óháð efnahag. Samhliða þessu eru auðvitað mjög mikilvægt að vinna með öllum heilbrigðisstéttum og horfa til framtíðar í breyttu samfélagi og tryggja það að við getum mannað þetta kerfi okkar sem best að því að við erum með virkilega í grunninn gott heilbrigðiskerfi en við þurfum að hlúa að starfsfólki og huga að aðbúnaði og þannig að heilbrigðisstarfsfólki okkar geti veitt sem besta þjónustu. Þess vegna höfum við líka passað upp á það að hraða sem kostur allri uppbyggingu við Hringbraut við nýjan spítala. Þetta er mjög mikilvægt og svo erum við svona á þeim sviðum þar sem við höfum aðeins setið eftir og verður bara viðurkennast vegna fjölgunar og vegna þess að öldrunin svona að koma hratt yfir að þá þurfum við að byggja upp á fjölmörgum öðrum sviðum, við heyrum mikið bráðamóttökuna, þar erum við, þessi ríkisstjórn búin að samþykkja það að fara í svokallega brúarverkefni til að brúa bilið frá tímanum núna og fram að því að nýr meðferðarkjarni tilbúin, þar sem verður með svona stærri og tæknivæddari bráðamóttökum í Evrópu og við ætlum að stækka bráðamóttökuna, móttökustæðin og efla dagdeildarþjónustuna í Fossvogi, þangað til og erum búin að fjármagna það og erum jafnframt að fjölga legurýmum og efla göngudeildir. Þannig að það er svo margt í gangi að ég geti haldið hér endalaust áfram en því Áslaugar Arna vinkonum mín með mér hérna þá stoppa núna. Ég skulle satt halda áfram í heilbrigðiskerfinu. Já, kannski bara ein spurning, þú veist, að þú fækst ekki að klára kjörtímabilið, eitthvað sem þú hefði viljað ná að klára sem að þú náðu út af því slítið. Já, ég var svo sagt fyrir þessu var slítið, ég ætla ekki að segja ykkur en ég verði að vera glaður í kosningabaráttu. Jú. Við sleppum því núna. Já, en ég ætlaði nefnilega ég ætlaði að vera árið og við erum búin að setja alls konar af stað og en sumt að því svona að raungerast. Ég bara núna í vikunni fekk skaðaminkunarstefnu sem klár, við höfum auðvitað klára verkefni samlega því, ekkert verið að bíða til að mynda staðbundir neyslurými, gríðarlega mikilvæg viðbót inn í þessa þjónustu. Samlega erum við að útfæra vímuefnastefnu svona á stærri skala og efla leið allar svona öll meðferðarúrræði, þannig að það er gríðarlega mikið að gera á því sviði. Ég er mjög stoltur af fyrstu landsáætlun sjaldgæfa sjúkdóma og ekki síst fyrir langveikubörnin og það var allar þjóðir í Evrópu og Norðurlöndin klára slíka stefnu og slíka áætlun og nú liggur hún fyrir og ég er komin á stað með að útfæra aðgerðaráætlunum sem ég ætlaði að fara með fyrir þingi í vetur og það verkefni bara liggur fyrir. Ég verði að nefna líka landsáætlun sem að við tókum upp bara sem ríkisstjórn aðgerðir gegn sýklalyfjaónæmi sem er einhver stærsta lýðheilsuógn heimsins sem er kannski ekki mikið talað Það eru fjölmargar svona slík verkefni, við erum búin að uppfæra núna krabbameinsáætlunina og svo hefði ég viljað gera enn meira í því að auka greiðslu þáttöku fyrir almenning það því að við höfum verið með það mjög blikkandi í okkar stjórnarsáttmála og er gríðarlega mikilvægt og það getur við náð draga úr greiðslu þáttöku. Og eða auka greiðslu þáttöku hins opinbera og draga úr, við getum nefnt sem dæmi bara sérgreinalegna samningurinn hann sparaði heimilunum rúmlega 3 milljarða. Einmitt, takk fyrir það. Takk. Sko, maður þarf að fara að nýta sér þessa þjónustu. Já, talandum þjónustu sem stendur til boða við fengum náttúrulega mikið af ábendingum fyrir hennar þátt og margir sem höfðu áhuga á sko Snorra Ási sló eiginlega með en þau eiginlega voru að toppa það sko. Já, ekki spurning sko það var eitt sem að vakti mikið fyrir fólki tók eftir og það voru þessi nýsköpunarfyrirtæki í heilbrigðisgeiranum þarna maður nefna Intuens og hver eftir hinnir? Greenfit. Já, akkurat. Ég ætla að fá að lesa bút úr grein Áslaug
Það stingur í auga að ráðherra finnist engin vafi leika á þessari fullyrðingu sinni að umrætt fyrirtæki létti á heilbrigðiskerfinu þrátt fyrir að stjórn Læknafélags Íslands, félag heimilislækna, félag íslenskra krabbameinslækna og félag röntgenlækna hafi harðlega gagnrýnt Intuens og starfsleyfi þess. Ástæða gagnrýninnar meðal annars álagsaukning í heilbrigðiskerfinu, þvert á orð ráðherrans. Sko, þetta úr svari við aðgangur bannaður greinni sem þú birtist á Vísi. Ég svaraði síðan þessari grein. Akkurat, ef við kannski tökum það aðeins fyrir hér í þættinum. Sko, þessi fyrirtæki hafa mætt viðvarandi hindrunum undanfarin ára hálfu opinbera stofnana þá sérstaklega embætti landlæknis. Sko, ef þú getur aðeins farið Já, takk fyrir að taka umræðan í þetta mála því að það sem ég hef verið nýsköpunarráðherra undanfarin 3 ár þá hafa ótal fyrirtæki og stundum nefni ég einhver af þeim og ég hef aldrei nefnt þessi áður til dæmis en ég hef verið heilbrigðisráðherra í 3 ár og sífellt nefnt einhver sem dæmi reyna að nefna ekki eitthvað fyrirtæki of ofta því að ég er ekki að tala fyrir ákveði fyrirtæki, ég er að tala fyrir nýsköpun í allri sinni mynd og framtæki einstaklinga til þess að bæta heilbrigðiskerfið okkar. Og þarna skrifa ég grein og nefni 2 fyrirtæki sem njóta talsverðar mótstöðu og það er enginn að mæla með því að nýsköpun eða tæknilausnir séu innleiddar án aðhalds, án reglna, án krafna og án eftirlits. Það er enginn að gera það. Það er enginn að tala fyrir innleiðingu nýsköpunar í blindni. En á sama tíma þá er það þannig að fjölmörg fyrirtæki og oft hef ég nefnt vinsælu fyrirtækin oftar. Í kosningaborði þarf maður kannski bara allt í lagi stundum að varpa ljósinu líka á þau sem eru ekki jafn vinsæl. Þó að einhverjir hopp upp til handa og fóta í þeim efnum að þá er þetta líka fyrirtæki eins og Keresis, Sidekick, Leviosa og svo get ég áfram talið sem skræða, sem hafa mætt því viðhorfi hjá landlækni að þar séu lokaðir Caraconnect fjár heilbrigðislausn sem er tilbúin á íslenskan markað tilbúin ef byrjuð að selja erlendis en landlæknir býður ekki út fjár heilbrigðisþjónustu í 2 ár þangað til að hún er sjálf landlæknir embættið búin að búa til sína eigin ríkislausn fyrir þessa þjónustu og ég verð bara að segja það er ótækt að landlæknisembættið fari bæði með eftirlit reglur hvernig hlutin eru að vera tekur við kvörtunum vegna einhvers sem og þrói lausninnar við getum ekki lengur haft þetta á sömu hendi því það er allt og oft þannig að ríkið hefur verið að vinna sínum lausnum í samkeppni við einkaaðila og tafið það að við getum innleitt hér stórfellt aukið aðgengi að heilbrigðisþjónustu til dæmis gegnum fjarheilbrigðisþjónustu og ég reynda að brúa svona smá bilið af því að þessi fyrirtæki þau hópuðust til mín því ég var nýsköpunarráðherra og voru að segja mér frá því að þau fá 4 opinberum sjóðum hér. Þau fá 4 nýsköpunarsjóðum. Við erum að styðja við nýsköpunarfyrirtæki af því að við viljum að hér verði til ný fyrirtæki. Mörg af þeim síðan ganga illa, önnur ganga mjög vel og sum byrja að selja vörur sínar erlendis en fá ekki áheyrn hjá opinbera kerfinu á Íslandi. Og ekki það að fyrirtækin sem ganga best erlendis þurfi íslenska markaðina því að hann verður mjög fljótt lítill í samanburði við önnur lönd. En þeim langar að bæta íslensk heilbrigðiskerfi og ekki síst þurfa þau líka að geta sagt, að það hjálpar þeim að geta sagt auðvitað notar íslensk heilbrigðiskerfi lausnina mína. Þannig að þessina bjóði til fléttuna sem var svona innleiðingarstuðningur fyrir heilbrigðiskerfið. Ég taldi bara það góð forgangsröðun að borga fyrir það að opinbera heilbrigðiskerfi myndi gera samning við aðila í nýsköpun til þess að innleiða lausnir og sjá af því ábata og á grundvelli þess hafa skapast margar lausnir og ég veit að margt hefur gerst hjá Landspítalanum, hann hefur talsvert breytt takt þegar kemur að þessu og það er mikill vilji þar að gera betur og er byrjuð að innleiða eitthvað af þessum lausnum sem ég hef hérna nefnt. En á sama tíma þá kannski hefur landlæknisembættið ekki sýnt jafn ríkan vilja
og þegar landlæknir komin í framboð fyrir Samfylkinguna og fólk sem hefur hagsmunið þess að Samfylkingunni gangi vel í þessum kostingum reynir að afbaka grein mína með þessum hætti að þá auðvitað svara ég fyrir mig fullum hálsi af því að hinn angin á þessu er umræða sem við verðum að geta farið að taka sem er ábyrgð og eigin heilsu, lýðheilsa og forvarnir og það er ekki endilega hluti af hinu hefðbundna heilbrigðiskerfi þegar þú ert orðinveikur, þegar þú þarft að láta grípa þig, þegar þú þarft að geta að leita eftir þjónustu heldur hvernig ætlar þú sem einstaklingur í samfélagi þar sem eldri borgurum er að fjölga við erum samt að lifa lengur en það eru samt fleiri lífstílsjúkdómar og meira álag á heilbrigðiskerfið hvernig ætlum við að taka ábyrgð á okkar eigin heilsu við erum öll með við mælum skrefin okkar reglulega erum við að auka með því heilsukvíða? Nei, erum við ekki bara að sýna okkur ágætt aðhald gagnvart því að við þurfum að standa upp úr þessum stólum hérna og hreyfa okkur? Er það að fara í green fit? Ég skil alveg það að það er enginn að tala fyrir einhverjum heil skimunum á landið á öllum þessum úrræðum. En ef þú vilt taka ábyrgð á eigin heilsu, skoða hver staðan er, þá þekki ég bara ofmörg dæmi þess að fólk hefur nýtt sér svona þjónustur og fengið að vita einhver veikindi fyrr og gripi fyrir inn í. En ég veit alveg að það eru líka sjónarmið á því að svona heil skimanur og annað, það borgi sig ekki og að rannsóknir sína að þetta geti aukið álag á ákveðnar stofnanir, en þá þarf líka að setja bara skýra reglur. Í staðin fyrir að segja computer says no, að segja, heyrðu, þið getið ekki starfað nema að hafa lækni sem leysir úr þessu, sem tala við eitthvað skjólstæðing og þú leitar til hans gagnvart þessum úrlausnum. Má ég þá spyrja kannski Nú viljum honum brjálaður. Já, hann fær að svara fyrir þetta. Þá fæ ég kannski spyrja einu og ég þykist nú vita að þið eru nú að hvetja alla til að strika dag B út. Hvað er margir aukaleikar? En ég verð þá að spyrja þarna að því að þú ert ekki að hvetja fólk til að kjósa Samfylkinguna en myndirðu þá hafa áhyggjur af þessu? Segjum ef að Alma Möller er þið nýr heilbrigðisráðherra? Já, ég hef af því raunverulegar áhyggjur. Af því að það sem svona við bakka aðeins og fyrir stóru myndina að þá hef ég áhyggjur af því þegar kerfið ver sjálft sig. Og ég held að það sé skýrasta dæmi þess að kerfið verji sjálft sig er þegar einstaklingur sem hefur verið í forsvari fyrir stofnun sem hefur stjórnað svona hvernig kerfið hefur fungerað, heilbrigðiskerfið í þessu tilviki, kemur í stjórnmálin og kemur þá í embætti stjórnmálamannsins sem heilbrigðisráðherra. Af því hef ég verulegar áhyggjur og í stærri mynd að þá verðum við að setja þetta í samhengi við það sem er að gerast í heiminum, hvað hefur gerst hér. Ísland kaus ekki Katrínu Jakobsdóttur í forseta, þeir töldu að þetta væri svona það væri of náið að ganga þarna á milli úr forsætisráðherrastól í forseta, en við getum líka bara horft til nýlegra kosninga í Bandaríkjana og af hverju vinnur Donald Trump þessar kosningar. Það er af því að almenningur telur að kerfin sé ekki að vinna fyrir sig og stjórnmálamenn sem hafa stjórn á lengi séu vörð fyrir kerfið og að verja kerfið en ekki að passa að kerfin séu að mæta fólki. Og þetta er miklu stærri umræða heldur en við náum fyrir þessar kosningar, en í þessum anda hef ég áhyggjur af því að Alma Möller setjist í stól heilbrigðisráðherra. Já, klart. Já, kannski viljum ef við byrjum bara á því, sko, Oslu talaði að embætti landlæknis og þar með hið opinbera hafi í raun og veru verið steinn í vegi nýsköpunar fyrirtækja. Ertu sammála þessu? Á margan hátt, já, og ég myndi alltaf ætlast til þess að nýsköpunarráðherra tæki málstað nýsköpunar, rannsóknar, þróunar og frumkvöla starfsemi og síðan get ég auðvitað bara tekið þetta út frá mínum sjónarhól sem heilbrigðisráðherra og okkar samvinnu í ríkisstjórn og sagt að við erum þó blessunarlega með þetta kerfi eins og það er, þannig að það sumt að þessu kemur síðan til okkar í heilbrigðisráðuneytinu sem við förum yfir og við höfum snúið sumum að þessum úrskurðum tilbaka eða ákvörðunum en ég ætla að segja það að ef við horfum bara á embætti landlæknis þá ætla ég að taka undir með Áslaugu Örnu en segja í gegnum tíðina
að þá höfum við því miður í svona litlu kerfi eins og við raunverulega erum haft tilhneigingu til þess að í staðin fyrir að fjölga stofnunum og þá reynum við að passa kerfist ekki of mikið og nýta hverja krónu vel að þá kannski höfum við tilhneigingu til þess að setja of mörg verkefni í þessu tilviki á embættið og við tókum lýðheilsuna og settum alltaf þannig sjálfsvígsforvarnir við erum sjúkraskrár og utanumhaldum það og allar heilbrigðisskrár öll starfsleyfi, allt eftirlit og að því að kjarna sínum mjög mikilvægt að embættið geti verið svona aðeins yfir og gefið út starfsleyfi og haft eftirlit með gæðum þjónustunar þannig að ég held að það séu fjölmörgir þættir af það sem þarf að taka til skoðunar og grisja og ég held að við horfum inn í framtíðina þá erum við erum þegar komin á stað með heilbrigðisráðuneytinu að horfa til þess að skipta út sjúkraskrá og uppfæra sjúkraskrá þannig að það verði allir að nýta sömu skrána á því getur við síðan byggt heilbrigðisskrár, gæðaskrár það slæmt ef að við byggjum á mikið af hindrunum fyrir nýsköpun af því að sko á móti sjáum við að heilbrigðiskerfi eru þannig uppbyggð að þú ert raunverulega alltaf að afla þekkingar alla tíð það er mikil þekkingar bakgrunnur mikil menntun sem þarf en þú ert raunverulega alltaf að rannsaka út með Landspítala, háskóla, tækni sjúkrahús sem að mennta okkar besta fólk en samlega því fara fram rannsóknir bara alla daga, þetta alveg vagga nýsköpunar og við getum nefnt hér alveg fjölmörg verkefni sem eru í gangi eins og inn á hjartadeild, ég get nefnt líka fleiri stofnanir, ég get nefnt bara Retina Risk og heilbrigðisstofnun Suðurnesja af því að þar fyrirliggjandi öflug deild sem að tekur við þeim sem eru með að kljást við sykursýki það eru bara svo mörg svona dæmi og við eigum að greiða leið en svo verðum við leið að virða það að það eru kannski strangari kröfur í kerfi eins og heilbrigðiskerfi þar sem við erum að höndla með líf og sjúkdóma þannig að það eru strangari kröfur en þetta eitthvað sem við verðum að taka til skoðunar varðandi landlækni og persónuna í kosningabaráttu ég held að það blasa alveg við ef að landlæknir kemur inn í heilbrigðisráðuneytið á fjölmörgum sviðum ég nefni bara starfsleyfin hafandi haft eftirlit með starfsleyfum og útgáfu starfsleyfa í langan tíma þá hljóta að koma upp einhverjir árekstrar og vanhæfi eða álítamálum vanhæfi það gildir líka alla svona öll þessi álitamál sem hafa komið upp varðandi þessi fyrirtæki sem hafa verið nefnd og verkefni þannig að það gæti bara orðið mjög snúið Já, algjörlega Þið hafi líka stoppað landlækni og snúið við hlutum þar sem þið teljið að þau fari broti bága við lög akkvart í hversu harða afstöðu þau taka gegn ýmsum fyrirtækjum og það má segja það heilbrigðisráðuneytinu til hróss að þau eru með mjög skýrt aðhald á stofnuninni og ég tek bara undir akkvart því mikilvæga verkefni sem viljum segja landlæknisembættið hafa en það fer ekki saman að þau hafi líka þennan þróunarvingil og við verðum bara að láta öðrum hann en ekki hafa það undir sama hatti og mikilvægi þess að þau gæti að starfsháttum og starfsleyfum og öllu þessu eftirliti sem mikilvægt að hafa. Þannig að ég held að þetta sé talsvert brýnt ef við ætlum að efla heilbrigðiskerfið og ég er bara með mikla trú á því. Við verðum aldrei með besta heilbrigðiskerfi heima því við munum aldrei geta gert allt. Við munum alltaf þurfa að leita erlendis, gagnvart mjög sérhæfðum aðgerðum og ákveðnum verkefnum, en við gætum haft samt snjallasta heilbrigðiskerfi heimi. Það er að segja að heilbrigðiskerfið okkar væri tæknivætara en annara af því að við erum lítil þjóð.
við erum mjög tæknivæddir einstaklingar og allir sem vinna í heilbrigðiskerfinu eru einstaklega öflugt fólk sem við þurfum að passa að hafi tíma til að sinna sjúklingum en sé ekki í þessari ofboðslegu skriffinnsku og verkefnum sem nú Já, klart. Mér langar að staldra örstutt í viðbót við þessi 2 fyrirtæki sem við nefndum vegna þess að þau hafa skipt skoðunum og læknasamfélagið virðist ekki hafa verið parsátt og ekki parsátt með þessi 2 fyrirtæki. Það sköpuðust umræður á lokuðum þræði innan þess og mér langar að spyrja þig, Willum, eins og Áslaug nefnir, eitthvað fólk sem sem sagt það kemst upp sjúkdóma með þessum skimunum en svo eru aðrir sem segja að þetta sé bara álag á kerfið. Ertu sammála því að fyrirtæki eins og Intuence og Greenfit geti létta heilbrigðiskerfum? Ég líka rétt að nefna Áslaug nefnir að það skiptir máli að skapa þessu umgjörð og umhverfi. Já, ég meina þau geta starfað í þessu umhverfi og sinnt þessari þjónustu. Það er ekki spurning um það. Það er bara spurning um gæðin og eftirlitið og því sem þau að sinna og það sé umbúnaður um það. Svo þarf þetta með myndgreiningar þjónustuna, það þarf auðvitað bara að fara eftir þeirri þjónustu sem við erum að kaupa og í gegnum sjúkratryggingar og nú í gangi útboð myndgreiningar þjónustu. Það hafi verið samningar mjög lengi sem hafa bara verið svona fastir í áratugi og þeir framlengdir og þetta hefur verið svona, við erum auðvitað með lítið kerfi, þetta ekki margir sem hafa verið að sinna þjónustunni en bjóða út og nú erfitt fyrir mig að tjá mig það vegna þess að það útboð hefur verið kært og bara í skoðun og endurmati hjá sjúkratryggingum og það bara eðlilegt að þeir aðilar sem eru að bjóða þjónustu bjóði þá fram sína þjónustu innan þess ramma sem að útboði felur í sér og þeirra þjónustu sem við erum að kaupa og við þurfum að sinna fyrir fólki í landinu. Ég ætla ekki að tjá mig um hitt og sérstaklega ekki þar sem þetta er á þessum stað varðandi hvort að við varðandi þessar blóðpröfur sem komu upp varðandi þjónustu Greenfit þá held ég að þeir hafi sýnt fram á það, þeir hafi verið með fagaðila sem að sinna þeim þætti og ef að það sá búnaður og þeir sem reka það fyrirtæki þetta hafa fulla þekkingu á svona heilbrigðiskerfi og heilbrigðisþjónustu eins og hún virkar en ef þú ert með þau starfsleyfi sem að snúa af tilteknum þjónustu þáttum þá það allt í góðu lagi Það þarf kannski líka aðeins að eitt einhvern veginn hvað við niðurgreiðum og erum að tryggja sé aðgengi að gagnvart einstaklingum. Annað einhvern veginn hver réttur einstaklinga til að fá upplýsingar heilsu sína og sjálfsákvörðunar réttur fólks að taka ábyrgð á sína eigin heilsu og fá þessar upplýsingar. Ég held að það muni bara aukast, ég hef heyrt að fólki sem að senda blóðmælingar út í einhver fyrirtæki og það alls konar fólk að reyna að vera einhvern veginn heilsusraustar að taka ábyrgð á eigin heilsu og það þessi lýðheilsa og forvarnir og þetta svona undan og við förum mjög hratt í að blanda þessu öllu saman og saka fólk að segja þetta sé einhver heilbrigðisþjónusta og annað. Ég held að við þurfum aðeins að geta tekið umræðuna frá því að segja ef við varum að byggja upp heilbrigðiskerfi í dag hvernig væri það? Hvernig myndum við hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft í heilsu sinni og forvörnum og lýðheilsu gagnvart sjúkdómum sem eru áunnir eins og sykursýki og fleiri? Hvernig getum við gripið fólk fyrr og hvernig getum við stutt á til að taka þessa ábyrgð sjálfir? Síðan auðvitað átta ég mig fyllilega á þessari gagnrýni sem hefur komið og annað en hún kemur kannski öðru fremur frá þeim stað að heilbrigðisstarfsfólk upplifir álagið sem á þeirra störfum og að þarna sé verið að bæta ykkur ofan á en gagnrýni snýst ekki endilega starfsemina sjálfa heldur einmitt hún að veita auknu álagi á heilbrigðiskerfið og þá erum við komin smá tilbaka í COVID-umræðuna þegar við vorum að takmarka líf fólks
á grundvelli álags á heilbrigðiskerfið en ekki hættunar við sjúkdómnum. Og þetta eru bara risastóra spurningar sem við sem samfélag höfum ekkert alveg leyft okkur að fara í, gagnvart forvörnum og lýðheilsu og fleiru. Nei, kannski ekki, en sko við erum alveg með tiltölulega skýra línur varðandi svona fagaðilina, hvað þeir eiga að gera og hver má gera hvað þegar kemur að svona tilteknum þjónustu þáttum, ég meina hvernig við förum með líf og svo framvegis í meðferðir og umbúnað og á hvaða stíi þjónustuna við erum með, við stígum alla þjónustu og þetta tiltölulega skýrt, þannig að það á alveg að geta. Finnst þér ekki geta gert betur í forvörnum og lýðheilsu? Jú, við getum alltaf gert betur þar og ég held að við erum auðvitað að gera kröfu það að við erum alltaf að reyna að efla heilsulæsi og auka meðvitund og ég ætla nú bara að nefna lífsstílssjúkdómar, sko að fá ekki svona það samheiti fyrir ekki neitt, ég meina þetta lífsstíl. Þetta snýr að öllu því sem að við raunverulega gerum og öndum að okkur og alla daga, hvern dag, all hegðun og við erum alltaf að minna okkur á og það skiptir máli og við erum líka hvetja fólk að taka ábyrgð á eigin heilsu en við þurfum líka stuðning til þess og þannig að það er ekki óðurlegt að við reynum það, við erum auðvitað með heilsueflandi samfélag, við erum með heilsueflinguna erum við með í fyrsta viðkomustað sem heilsugæslan en síðan er heilsueflandi samfélag, við erum að tala skólana og ég meina við erum með líkasættir sem fólk kemur saman, ég meina þar er alveg ekta lýðheilsa, það er þetta andlega, það er þetta sálræna, félagslega og hreyfingin sem fer saman, þetta líkanlega og þannig við erum svo sannarlega að sinna þess á fjölmörgum sviðum. Algjörlega. Já, mér langar að taka eitt í viðbót, sko, að því að þú segir hérna, ef við værum að hugsa hvernig við myndum byggja heilbrigðiskerfið upp í dag og viljum þú minnist á rekstrarformið á hann, sko, Áslaug, hérna, það er engin spurning að það er náttúrulega álag á heilbrigðiskerfinu, þannig að læknar kannski einhverju hafa áhyggjur af ástandinu, en ég spyrir því, sko, þurfum við aukna einkavæðingu í heilbrigðiskerfið? Við þurfum aukinn einkarekstur. Já. Við þurfum að semja við alla lækna og við þurfum að fjölga einkareknum úrræðum í heilsugæslu og hjúkrunarheimilum til dæmis og það er algjör forsenda þess að við getum bætt þjónustuna. Það er ein af þeim stóru leiðum sem munu laga stöðuna með að ég tel aukinni nýsköpun og tæknivæðingu sem mun létta á álagi heilbrigðisstarfsmanna. Það er auðvitað alveg ljóst að það fer 30-50% tíma heilbrigðisstarfsmanna í einhverja skriffinsku og lyfjaflokkun og annað sem getur verið varið í tíma sjúklinga og við sjáum það bara í skýrslum hvort sem þær eru unnar af McKinsey eða frá Evrópusambandinu nú nýlega að það þarf gríðarlega fjölgun í heilbrigðismenntuðum en á sama tíma að fjölgunin verður aðeins minni og viðráðanlegri ef fólk er tilbúið að nýta sér tæknilausnir og gervigreind og þarna erum við komin á svona svolítið nýjan stað í umhverfinu að geta nýtt gervigreind við læsi á gögnum að veitt betri þjónustu að einhvern veginn styðja læknana við alla þá skipulagsvinnu og annað sem því tilheyrir að geta greint betur, að fá miklu betri gögn á bakvið ákvarðana sínar, gagnvart lyfjum og fleira og við erum bara að sjá að þessar hugmyndir eru að vera til í Bandaríkjunum. Þær eru því miður ekki að vera til í Evrópu því að Evrópa hefur ákveðið að fara leið regluvæðinga þegar kemur að nýsköpun og gervigreind og ég held að ég hef alltaf verið andstæðingur þess að Ísland gangi í Evrópusambandi en ég hef aldrei verið meiri andstæðingur þess en eftir að ég gerðist nýsköpunar og gervigreindar af því að gagnvart heilbrigðiskerfinu sem og gagnvart menntakerfinu að þá eru öflugustu gervigreindarlausnir heims ekki tilbúin að koma til Íslands út af reglugerðum Evrópusambandsins. Sko kannski eitt að því hjó eftir, fréttum Stöð 2 á hana, þá voru þið, sko, að því að það er einkarekstur, einkavæðing, af hverju má ekki segja það? Það vísa kannski til þess að fé fylgi ekki fólki. Já, ok. Og að fólk borgi sig fram fyrir röðuna. Já, og þegar það hefur gerst, að við kallum þetta oft tvöfalt heilbrigðiskerfi í umræðunni,
Það hefur gerst í tíðum vinstri grænna í heilbrigðisráðuneytinu í tvígang. Þegar fólk semur ekki við sérfræðilækna, þegar fólk semur ekki það að veita ákveðna þjónustu annars staðar en í hinu opinbera heilbrigðiskerfi, að þá fer fólk fram fyrir röðun og borgar fyrir það, þeir sem eiga efni á því. Og það sem Willum gerði vel, það var að leiðrétta kúrsinn gagnvart þessu. Hann gerði margt vel og þetta eitt af því að það að semja við klíníkina eins og gagnvart liðskiptiaðgerðum, að semja við sérfræðilækna og það þarf að halda bara þessari braut áfram af því að þarna verið að koma í veg fyrir tvöfaldskerfi, styðja við einkarekstur, fjölbreytt rekstrarform sem ekki síst mikilvægt til að fá öflugra heilbrigðis starfsfólk sem býr erlendis heim, af því við getum ekki boðið þeim upp á einn vinnustað sem engar stéttir væru til í að hafa bara einn vinnustað. Heilbrigðis starfsfólk jafn fjölbreytt og það margt og vinnur og langar að vinna í mismunandi umhverfi og tempói. Og þetta gríðarlega mikilvægt að við aukum einkareksturinn, að við séum óhræddum að tala hann og fyrir honum og að fylgi sjúkling eins og ég hef gert í skólamálunum. Willum? Já, þetta auðvitað bara risapólitík og, og þetta skiptir mjög miklu máli. Ég hef auðvitað talað að félagslegt heilbrigðiskerfi og óháð rekstrarforminu, þá fjármögnum við það með opinberi fé og ég held að þar erum við Áslaug Arna sammála. Ég spyr á móti þeir sem eru að svona einmitt að flagga þessu einkarekstri eða ekki einkarekstri. Þá erum við með annað stíð hérna sem meira og minna sérgreinalæknar sjálfstætt starfandi og maður spyr sig bara þeir sem eru hér svona vinstra megin kannski í pólitík þegar kemur að þessu eða þeir sem tala fyrir því að þetta alltaf vera undir hatti eins og opinbera, hvort allir þá að leggja niður annarstíð og sérgreina eða gera þá kröfu að þeir breyti komið þá allir undir opinberan hatt. Þá erum við hér með einhverjar meginströmsbreytingar á íslensku heilbrigðiskerfið eins og það hefur byggst upp í áratugi. Þetta leysum við að sjálfsögum með samningum eins og við höfum gert og það lykillinn í þessu og auðvitað þessi hugsun að sjúklingurinn í fyrirrúmi sem skiptir öllu máli. Rekstrarformið á ekki að skipta höfuðmáli, bara alls ekki vegna þess að það snýr þá bara svona skattalegri ábyrgð og bara öðruvísi skipulagsformi. Það hefur ekki úrslita áhrif á það hvort að þú veitir góða þjónustu ekki eða hvort við fjármögnum þetta með okkar sameiginlega skattfé. Það gerum við með samningunum og það rétt sem Áslaug Arna segir. Þar tryggjum við fyrirsjáanleika og samfellu ekki síst fyrir sjúklingin og að hann sé ekki að bíða eftir aðgerð á spítala en aðrir geti ef þeir hafa aðeins meiri handa á milli labbað annað og fengi sína aðgerð meðan hinn bíða. Þá erum við með tvöfaldskerfi. Þessu erum við búin að eyða. Við erum búin að helminga hér biðlista á fjölmörgum sviðum. Við erum búin að efla hér kvenheilsu til að mynda mjög verulega og bið eftir mjög nefnt endometrósíu sem mjög svona erfiður sjúkdómur og þetta tekur langan tíma að greina og þú þarft mjög fjölbreyttar meðferðir og úrræði og aðgerðir og það hefur tekist ágætlega. Liðskiptin eru svona alveg klassist dæmi það að nýta allan manniðin og nýta aðbúnaðinn. Þetta hefur létt á öðrum og flóknari aðgerðum það að gera inn á spítala. Það spítalinn sem ég hef ekki gert einustu samninga án samráðs við spítalana. Það nýjast við erum búin að semja bakaðgerðir, heila og taugaskurlæknar inn á spítalanum, þurfa að komast á skurðstofurnar í kannski flóknari aðgerðir, þurfa að hafa eitthvað af svona einfaldari aðgerðum. Nú erum við búin að semja þessar aðgerðir, bjóð út og semja við Orkuhúsið. Þannig að þar léttum við á biðlistunum og á móti erum við líka að semja í gegnum sjúkratryggingar við opinberar stofnanir. Báðir spítalarnir eru núna komnir í þjónustu tengda fjármögnun
og yfir 50% af Landspítalanum og vel yfir það að meðtalinni bráðamóttöku sjúkrahúsinu Akureyri, þannig að við erum farin að framleiða vel yfir 100% og þá greiðum við aukalega fyrir það. Það er afkasta hvetjandi. Það verður ekkert með ekstra form að gera, það er bara fjármögnun, fyrst og fremst til að auka þjónustuna við fólkið. Ég vildi ekki að halda þeim hérna í alla nótt sko. Já, ég held við höfum bara aldrei talað Já, ég held líka bara við höfum aldrei talað heilbrigðismálum svo mikið sem þetta sko. Já, þetta er alveg myrkur sko. Við ætlum að færa okkur aðeins yfir í efnahagsmálin góðu. Ætlum að byrja Willum núna. Sko glæsilega markaðsæðferð sem er í gangi núna í Framsókn, það vantar aldrei upp á það hjá þeim. Sko, Sörensen, hann er galdrakall. Sörensen galdrakall, Jónguna Gerdal líka, ég er líka mikill Jónguna Gerdal maður. Sko Gleymi Sigtryggi. Já, ég er ekki mikill Nei, þetta er ekki hvernig Sko, Willum, þið talið í ykkar markaðsæðferð Framsókn, þið ætlaði að lækka vexti og verðbólgu hér á landi. Hvernig ætlaði að gera það? Já, það er auðvitað fyrst og fremst það sem stýra ríkisfjármálunum. Það er ábyrg fjármál ríkissjóðs. Já. Og við, það kannski kemst ekki nægilega að í umræðunni en þessi ríkisstjórn og nú erum við með okkar formann í fjármálaráðuneytinu. Við höfum raunverulega beitt aðhaldi á ríkisfjármálun án þess að fara í niðurskurð. Það þýðir að við getum vaxið í gegnum svona þetta efnahagstímabil sem er ansi snúið vegna þess að við erum að fara í gegnum tímabil þar sem eru miklar kröfur á ríkissjóð útgjöld en leið mikil þensla. Þetta verður ekkert mikið meira krefjandi. Það þýðir auðvitað það að það reynir líka á peningastefnu nefnd og Seðlabanka að svona viðhalda verðstöðuleikan. Þetta höfum við gert þannig að við sjáum verðbólguna vera að koma niður núna. Það er ævintýralegt að hlusta á þessa flokka sem núna fara með himinskautum í könnunum. Já. Raunverulega vera að boða það að það helsta sem er að hafa fram að færa er að draga úr verðbólgu og lækka vexti. Þetta er að gerast. Já, ansi hægt. Verðbólgan er komin í 5%. Sko, ég er með overtryggt breytilegt lán og ég kann ekki ykkur bestu þakki fyrir tjöð er ég búin að borga maður. Já, ég meina hér fóru stýrivextir upp og verðbólgan fór í hér rúmlega 10%. Ég borgaði líka af lánum hér þegar og kynslóðun svona kannski frekar undan mér þegar verðbólga var hér ársverðbólga 84%. Þannig við þekkjum ýmislegt, við höfum auðvitað í gegnum tíðina þá höfum við gert það hér, við höfum metið verðbólgu af því að verðmætasköpunin, hún er magna tveimum breytum, það er magn og verð og ef okkur tekst ekki að auka magnið í þjóðarframleiðslunni þá hækkum við verðið og það gerum við af hverju af því við viljum halda háu atvinnustig. Þannig við verðleggjum okkur í gegnum hagsveiflur og við höldum háu atvinnustigi og komum í veg fyrir atvinnuleysi. Þú hefur vinnu, þá getur þú bjargaðir. Þetta er auðvitað alltaf svolítið fórnar valmöguleiki, myndum við segja í hagfræði, en það sem við erum að gera núna, við erum með ábyrgum ríkisfjármálum, við náum jöfnuði á ríkissjóði þegar á næsta ári og við mögum verði afgangi með ríkissjóð í sama takti útgjalda og tekjuöflunar 2026 og þá förum við og við erum nú með skuldahlutfalli bara í 30%, þannig við munum fara að greiða niður skuldir. Heimilin munu finna mjög hratt fyrir þessu. Þannig að þú munt finna fyrir þessu mjög fljótlega. Það er að gerast. En mér finnst það áhugavert, þú talar um aðhald í ríkisrekstri, þannig að það er mikið aðhald að vera með 70 milljarða halla og 120 milljarða í vaxtakostnað. Já, við megum ekki gleyma því að við þurftum að fjármagna hér 300-400 milljarða í gegnum COVID-ið og taka lán og svo þurfti að rýma hér heilt bæjarfélag bara nánast fyrir örfáum mánuðum og við ákváðum það að standa með Grindvíkingum þar og sem þjóð og bak við það og sannarlega bara
ákvörðun sem á að taka en auðvitað finnur ríkissjóður fyrir því og það raunverulega munurinn á því að vera með myndarlegan afgang og ekki, þannig bara staðan. Algjörlega, sko, kannski ég fæ síðan spurning á þegar Willum Árni fer yfir til Áslaugar, sko, þú talar flokkana sem að fara með heiminskauti núna í skoðanakönnunum, hvar voru þessir flokkar þegar að það var COVID eða Grindavík, vildu þeir fara á bremsuna í útgjöldum? Þetta góð spurning, þetta raunverulega alveg frábær spurning. Takk. Og það væri nefnilega mjög fróðlegt að hafa það með og fá það til að svara því að því að ég held að þeir hefðu farið alveg sömulegið og ég man alveg ræðurnar í gegnum COVID-ið þegar þetta sama fólk sagði að við ættum að gera meira en minna. Það þýðir aukin ríkisútgjöld og gera það sem gera þarf. Það var bara mjög mikil samstæða það. Tekur svona, setur þetta högg á ríkissjóð sem tekur aðeins tíma að vinna upp, já það gerir það, voru við kannski gera einhver hagstjórnar mistök með því að viðhalda útgjöldum of lengi eða voru við með of lága vexti of lengi, það finnst mér alveg gildar spurningar. Já, algjörlega, sko Áslaug, þegar náttúrulega Sigur Ingi tók við fjármálaráðuneytinu fyrir korteri síðan, Ásmundur Einar segir hann sjáu strax mikinn mun, ég myndi má að spyrja það á hann út í menntakerfið, ég ætla að spyrja það aftur, sko, hvernig tókst ykkur að klúra þessu svona svakalega? Akkur ættu að trúa ykkur fyrir að þið ná að lækka vexti og verðbólgu, búin að vera þetta í 7 ár? Já, bara valið spurning, en þarf að setja í það samhengi sem Willum var nú byrjaður hérna á. Það er auðvitað búið að ganga gríðarlega mikið á. Og við vorum komin í frábæra stöðu hérna fyrir heimsfaraldur. Við vorum búin að forgangsaða að greiða niður skuldir sem margir flokkar mótmæltu og við varum að gera of mikið af. Ég man að hafa tekist á við Pírata í þingsal þegar voru að skammast í því að forgangurinn væri of mikið að greiða niður skuldir í staðans fyrir þess að verja fjármunum í aðra þætti. En það var nú eins gott að við höfum haldið vel utanum ríkiskassan og við höfum lækkað skatta á fólk, hér var að öflugt atvinnulíf og það blómstraði þegar heimsfaraldur skall á. Þá lentum við í þeirri stöðu að við vorum að reyna að hjálpa fólki í gegnum mjög mikla erfiðleika sem stöfuðu að þeim takmörkunum sem stjórnvöld settu. Stjórnvöld lokuðu hér starfsemi, bönnuðu hér eðlilega hluti og því var eðlilegt að koma til móts við það og það kostaði gríðarlega fjármuni. Og önnur lönd gengur líka í gegnum þetta. Ég hef auðvitað sagt þá skoðun mína að ég tel að við höfum gengið of langt varðandi takmarkanir á lífi fólks, sérstaklega eftir bólusetningu. Og að við... En er það ekki ykkur að kenna? Jú, en ég viðraði þá skoðun mína og við vorum í þeirri ríkisstjórn sem vorum að reyna að taka skynsum skref í þessum mjög flókna veruleika sem enginn vissi hvað fæli alveg í sér. En að eftir bólusetningar og þegar við höfðum þau gögn að þá var kannski umræðan meira annað heldur en hættuna beint af þeim sjúkdómi sem heimsfaraldurinn var. Og en að sama skapi að þá vorum við að mæta þeirri stöðu sem hefði verið bursið frá því hver staðan innanlands hefði verið þegar að ferðaþjónusta í heiminum minnkaði og ég tók nú mikilvægar ákvarðanir sem ég veit að ég fæ dýrmæta þakki fyrir ennþá í dag að opna fyrir meðal annars Bandaríkin og gera þess það jafnt að fljúga hingað frá Evrópu og Bandaríkjunum til Íslands þegar Evrópa var ennþá með loku fyrir Bandaríkin eins og það hefði einhverju skipt máli í flutningi veirunar á milli landa. En það var eitt áfallið sem lönd almennt fóru í gegnum og það fengu allir verðbólgu og það var afleiðingar allstaðar en það sem við fengum kannski ofan í það eru þetta Grindavík og ef þú tekur þau útgjöld sem hafa farið í það þá væri nú þessi fjárlög ekki í halla. Já, ekki 100 milljarðar. Jú, við bæðum auðvitað byggt mjög mikilvæga varnargarði sem hafa stórsannað gildi sitt, ekki síst bara núna síðustu daga og hérna auðvitað hjálpa fólki sem þurft að flýja heimili sín. Og svona, sko, það má ekki, er allt of lítið gert úr þessum áföllum. Þetta eru ekkert smá áföll að ganga í gegnum fyrir Íslands hagkerfi.
og á sama tíma erum við með hátt atvinnustig, við erum með gríðarlegan hagvöxt, við erum með hálaun og þú getur bara ekki beðið íslensk laun og evrópska vexti. Þessu fylgir auðvitað ákveðnar fórnir. En ég tek undir það að útgjöld ríkisins hafa verið of mikil. Það væri ánægilegt að geta mynda ríkisstjórn sem væri til í aukið aðhald á ríkisreksturinn. Ertu að ára að viljum þetta? Já, ekki með hvernig Ási talaði allavega. Við Ásmundur nefndi það nú og gerði mér nú bara held í greiða með því að segja það að sjálfstæðismenn hafa alltaf verið að óska eftir ákvörðun niðurskurði. Já, menntamálum til dæmis. Já, og það rétt hjá honum? Já, það Eru þið að standa, þið viljið niðurskurði í menntamálum? Sko niðurskurður og ekki niðurskurður, við erum betur með opinbert fé og við getum gert það og bætt þjónustuna og þetta regin miskilningur vinstrimanna að halda að niðurskurður og uppskurður sé það sama. Þeir sem starfa í heilbrigðiskerfinu þetta kannski að vita það. Eitt að skera niður þjónustu og hætta með hana. Við getum hætt með ýmsa hluti. Við viljum selja banka, við viljum hætta með HTVR, við viljum selja Íslandspóst, við teljum að ríki sé í samkeppni við einkaaðila á ýmsum sviðum, við viljum að einkaaðila geta komið að grunnkerfunum okkar, hvort sem það er uppbygging og samgöngu inn við að menntaða heilbrigðiskerfi, en á sama tíma teljum við að innleiðing nýsköpunar og tækni hjá hinu opinbera geti líka stórbætt þjónustuna á sama tíma og við skerum niður ef fólk vil nota það orð af því að þú getur alveg verið stoltur af niðurskurði og þú bætt þjónustunum leið. Já. Og það kannski stóra málið að í því sé ég gríðarleg tækifæri til lengri tíma af því að það sem vandinn við reksturins opinbera að það lög opinbera starfsmenn sem fáir þola og þora að ræða af því að stór hluti kjósenda eðli málsins samkvæmt eru orðnir opinbera starfsmenn. Stór hluti af þeim þó að mínum mati eftir samtölu fjölmarga fylgjandi því að þessum lögum sé breytt en það heldur það aftur af umræðu gæði opinbera starfsmanna og það að geta haft ákveðin sveigjanleika í rekstri og svo framvegis. Það skiptir máli að fækka hjá stofnunum, að ganga í stórfelldar sameiningar á stofnunum. Þið fengu nú samt mannréttindastofnunina, þið fengu hann í gegn. Jú, við sameinum líka stofnunur og háskóla og hefum sýnt það að það hægt. En það hægt að gera svo mikið í rekstrins opinbera þannig að þetta þarf auðvitað að taka inn í myndina en að lokum vil ég samt nefna að verðbólgan hefur ekki bara einkennst af þessum hamförum sem við erum gengið í gegnum eins og má segja heimsfaraldur og jarðhræringarnar líka auðvitað utanakomandi aðstæður það var ekki stríð í heiminum það er hluti sem koma hingað svona aðeins seinna en svo hefur við þetta bæst staðan á húsnæðismarkaði og þá verður nú aðeins að skoða það til ábyrgðar í því hverjir að byggja framboð eftirspurn þið vitið það nú að það nú bara markaðurinn sem stjórnar og við verðum bara að geta horft til þess að Reykjavíkurborg beri auðvitað stóra ábyrgð í því að hafa ekki byggt jafnhratt og nágrannasveitarfélögin. Dagur B var hjá okkur í gær og hann sagði að þetta væri náttúrulega ykkur að kenna því að verktaka vil ekki byggja þessu háu vextir. Já, það eru auðvitað eftiráskýringar dags að því við erum að horfa til áratugs af uppbyggingu. Þar sem Dagur hefur það haft á stefnu að byggja bara á þéttingareitum sem eru mjög dýrar íbúðir og eru ekki mögulegar fyrir fólk sem að koma sér út á íbúðamarkaðin á sama tíma og það er ekki byggt á svæðum sem að búið að lofa að klára uppbygging á eins og Úlfarsárdalnum svo dæmi séu tekin. Og við höfum alveg verið í efnahagsástandi sem verra en nú en það var ekki verið jafn erfitt að koma sér inn á húsnæðismarkaðin af því það var verið að ryðja nýtt land eins og þegar Breiðholtið var byggt og það var bara verið að ryðja nýtt land það var nóg framboð af húsnæði og það þarf nú ekki að fara það þarf að fara aðeins aftur í söguna og aðeins fyrir okkar tíð til að setja þetta í stærra samhengi en þessi flokkar geta ekkert hlaupist undan þessari ábyrgð sinni að hafa valið bara þéttingu. Allt góðu að styðja þéttingu en í stækkandi borg og stækkandi landi að þá verður líka að byggja ódýrara, hagkvæmara og meira. Já, viljum alltaf eitthvað bæta við þetta því náttúrulega með borgarstjórastólinn núna? Já, þetta er alveg hárrétt. Það eru þetta, sko verðbólgan í dag komin niður í 5%. Og ef við tökum húsnæðisliðin út þá er hún bara komin niður í vikmörk
bara við erum að tala 2,5%, já, þá erum við með þessu 1,5% vikmarkum og verður komin í ykkur 3% í janúar, februar og húsnæðisliðurum vegur með þungt. Af hverju það? Jú, af því að framboð hefur ekki náð að fylgja eftirspurninni. Við höfum samt sem áður, vegna þess að við vorum tíma með mjög lága vexti, aldrei byggt meira. Það staðan. Við höfum bara ekki byggt nóg til að fylgja mikillega eftirspurn af því að fjölgunin varð meiri heldur við sáum fyrir. Það staðan? Höfum við byggt meira en nokkuð mann áður? Já, það staðan. Og að því við vorum með tiltölulega svona hagkvæmar forsendur með mjög lága vexti tíma en kannski ekki í mjög langan tíma. Það sem við höfum lært að við verðum auðvitað að fara að huga að framboðsliðinu, við verðum að fara að brjóta land, hraðar og svona hætta einblína á þessi dýrustu svæði á þéttingareitum eins og Reykjavíkurborg hefur verið að gera og það bara staðreynd og það þýðir ekkert að vera að kenna hér þessum tíma sem við höfum verið að upplifa að háu vextina vegna þess að við höfum byggt meira, við höfum líka byggt inn í kerfið aukið aðgengin, það svolítið á eftirspurnarhliðina. Hlutdeildarlánin virka þó mjög vel og á framboðsliðina og það sem að ég horfa á og við höfum lært að þessu að við þurfum að fara í fasta óverðtryggða vexti á húsnæðislánamarkað og að því að Áslaug Arna kom hér inn á Menntasjóðinn þar erum við að horfa líka á það sem bregst þar eru vextirnir og við verðum líka að fara þar í fasta fyrirsjálega óverðtryggða vexti. Við erum að tala lánafyrirkomulag, þetta alveg klárlega hægt og ég held að við þurfum líka að fara að horfa á þennan massa sem við höfum sem við greiðum hér í lífeyri og horfa á það hvernig við þurfum að tappa svolítið af þeirri raunávöxtunar kröfu sem þar og þá getum við náð þessu hér niður. Margir horfa auðvitað á krónuna í þessu samhengi en ef við horfum á krónuna og horfum bara á staðreyndir, þá hefur hún verið tiltölulega stöðu og af hverju það? Jú, af því við erum búin að fjölga hér stoðum undir útlýningsatvinnuvegi og tekjur, eins og Áslaug Arna fór hér yfir í byrjun. Þannig að við erum með forsendur til að ná, bara tökum á þessu og ég ætla að bæta hér við þegar við erum að tala ríkissjóð. Það raunverulega árangurinn með rekstur ríkissjóðs góður ef við tökum tillit til líka óveðurs 2019 þar sem að kom líka þurftum við líka að fjármagna uppbyggingu þar, við erum að tala aurskriður og ýmis áföll sem hafa hér riðið yfir ekkert á mjög löngu tíma. Ekki áföll alls það samt? Jú, en þetta svona í meira mæli á skemmri tíma heldur en við höfum bara þekkt og vegna þess að við vorum búin að efla hér ríkissjóð verulega og borga niður skuldir þannig að var viðnámsstróktur hagkerfisins mjög mikill og við erum að koma mjög vel út í öllum alþjóðlegum samanburði bæði hvernig við fórum í gegnum COVID-ið og hvernig við erum efnahagslega að takast á við þetta og það stóra verkefni hér og ég myndi segja að hluta til við erum að kjósa eru auðvitað efnahagsmálin en líka hvernig við tökumst á við húsnæðismálin. Við erum komið með góða umgjörð, við erum komið með miklu öflugri áætlanagerð og nú þurfum við að brjóta land og við þurfum að gera fara fjölbreyttan hátt í þetta til að auka framboðið en við verum líka horfin í lánafyrirkomulagið á húsnæðismarkaði og líka varðandi námslán. En eru bankandi til í þetta sem þið leggju upp með, menn það einhver ástæð fyrir í dag þeir ekki að bjóða upp á meira en 3 til 5 ára bindingu, ákveður eftir að vera til í þetta? Ég með eina hugmynd hérna, ég held að sem að við höfum lært á þessu að því við höfum nú verið að svona rembast við að selja Íslandsbanka og það alveg rauk með því, við getum hort á það hvernig normenn hafa hagað málum með sitt bankakerfi. Ég held að við erum með Landsbankan og ég held að það blasi algjörlega við að við förum ekkert að rembast við að selja hann. Nei. Við breytum honum bara í samfélagsbanka og náum bara tökum á þessu.
Já, ok, vel svara. Sko, mér langar að... Það er alltaf hræðileg hugmynd í Webber að fá að segja það, sko. Við menn þá að borga í... Við fengjum smástöð hérna, vendið mér eftir. Þetta áhugavert. Já, ég veit að klukkur er svo margt, sko. Já, ég held að Gunnar Smári var mættur þetta. Þetta ruglast framsóknarmenn stundum í rýminu og ég er ekki að benda á þá sérstaklega á stöðun í borgin til margra ára. Þetta er í fyrst og fremst að benda þar á stöðu Samfylkingarinnar og Viðreisnar sem ber auðvitað stóra ábyrgð þar en auglýsa hér eins og óðum maður minni biðlista og lægri vexti og verðbólgu þegar verðbólga þegar orðin talsvert lág og vextir munu lækka og svörin við því eru hvorki Evrópusambandinni, hærri skattar og stórfelld útgjöld en þegar framsóknarmenn byrja að fara að tala samfélagsbankana sína þegar við erum ennþá með IL-sjóð eftir Íbúðalánasjóð hangandi yfir komandi kynslóðum þá er bara verð ég auðvitað að segja stopp gagnvart því að við það getur ekki verið lausnin en eina kosningarnar. Já, viljum segja það. Samfélagsbanki, hvað er samfélagsbanki? Við þekkjum alveg sparisjóði og samfélagsbanki er banki sem vinnur í þágu landsmanna. Menna, hvað sjáum við núna þegar vextir fóru niður? Við erum með rosalega gullhúðun á bankareglum og í mjög íþyngjandi reglur gagnvart íslensku bönkunum og það er ákveðið Íslands álag sem þau hafa bent á sem gerir það verkum að það er dýrara að reka bankaþjónustu á Íslandi en þyrfti að vera gagnvart okkar gullhúðuna því að við vildum fara mjög varlega eftir hrun og það er alveg skiljanlegt en að einhverju leiti verðum við líka átt okkur á því að við erum hérna í fjármálaþjónustu sem er í samkeppni og þar er ennþá að skila miklu minna eigin fjárhlutfalli en önnur lönd og það er talað Já, ég held að við höfum kannski ég veit alveg að við þurfum að geta við skildum auka hér skildur með kröfur eigin fjárhlutfall við vorum hér að miða hér fyrir hrun með einhvern 8% kat ég held að það hefur bara verið eðlilegt í kjölfara á hrunnu þegar við erum að byggja fjármálakerfið. Já, ég er ekki að segja það sko, en núna þurfum við bara að horfa til framtíðar og samkeppnishæfni landsins og því hvernig við getum veitt ódýrari og betri bankaþjónustu og betri kjör fyrir fólk í landinu. Ég trúi því vel að við getum haldið vöxtum neðar þrátt fyrir lítið atvinnuleysi og þrátt fyrir hálaun ef við höldum rétt á spilunum. En það eru auðvitað alls konar utakomandi aðstæður sem munu alltaf hafa. En núna þegar flokkar fara að bera saman bara vextina við Evrópu að þá verðum við sem stöndum nú saman í því viljum að hagsmunum okkar sé ekki best borgið innan Evrópusambandsins að spyrna við fótum að þú berð ekki saman vaxtaumhverfið á þess að taka inn í atvinnustigið, hagvöxt eða laun. Nei, vextir eru verð á peningum og ég meina þetta er í sjálfu sér verðum við alltaf að horfa til þess að fjármálakerfið þjóni fólkinu og fyrirtækjunum og atvinnulífinu og að það sé ekki verið að sko verðleggja þetta flæði peninga sem að skapast í kringum verðmætinu, það er alveg rétt of hátt, þá þjónar það ekki hagkerfinu sem við viljum. Það má alveg hafa annað orði yfir það að þjóna samfélaginu, heldur í samfélagsbanka, það má tala eigendastefnu og vera þá með raunverulega eigendastefnu. Já, algjörlega. Klárt, þetta var skemmtilegt. Sko, mér langar að taka þetta aðeins að aftur við erum að tala flokkana sem er að fara heiminskautum. Þeir eru með, sko, þeir eru þetta langorð og ætla að gera í efnahagsmálum, en hinir þrý flokkarnir, þeir eru ekkert að flækja þetta, sko sem ég veit þetta, sko. Miðflokkurinn, þeir ætla bara að gera þetta einfalt með Íslandsbanka, þeir ætla bara að gefa þjóðinni Íslandsbanka, allir fá 370 skall sem kjósa þá. Gott að þeir setja á sig á markmiðum það að auka verðbólgu og já, einmitt, sko, Viljum, hvernig finnst þér þessi hugmynd hjá þínum gamla formanni? Mér finnst hún bara popúlísk. Já. Og hún myndi einmitt gera það nákvæmlega sem Áslaug Arna var að benda á og væri bara ekki skynsamleg ráðstöfun. Áslaug? Já, ég tek undir það ég gæti alveg skilið svona tillögu í öðru efnahagsumhverfi. Okay. Það sem við erum að reyna að auka hlutabréf þáttöku fólks í landinu, að það sé ykkur hluti af böngunum þar sem bara ég skil alveg hugmyndina, ég verð bara að viðurkenna það, en í þessu efnahagsástandi í þessari kosningabaráttu finnst mér hún bara popúlísk af því hún er engan veginn skynsum gagnvart stöðunni
og það það sem svo miður að sjá svona tillögur og það var nú smá gaman í Vestló þegar Snorri var að selja þessa hugmynd hann ætlaði að gefa krökkunum öllum banka og öllum 300 skall eða eitthvað hvað þetta Munar minna fyrir háskólan nema? Þetta líka 4 manna fjölskyldu skilur og ég skil alveg stuðið hvað því að segja þetta og vera að lofa þessu en vá hvaða breytir fjölskyldur öllu af vextirlækki það mun marg borga sig tilbaka þessi penningur en þegar Snorri var að segja þetta og mætti ég aðeins að segja út af miskilningi og sem gamall veslingur þá fekk ég svona smá klapp þegar ég kom inn en hann hélt að væri að því að hann væri að gefa öllum bankan þannig að það var svona skemmtileg miskilningur þannig í Vestló hjá okkur en þetta líka engan veginn svar við því að lækka áfram verðbólgu svo að vextir lækki og vextir eru þetta líka allt of háir það alveg rétt vextir eru líka í dag ennþá allt of háir með við hvað verðbólgu er komin lágt og hvað verðbólgu spáin og ég held bara að við þurfum bara að horfast í hug við það að Seðlabankinn hélt vöxtum of lágum of lengi og held ég að stefni það að halda vöxtum of háum of lengi líka. Þetta nefnilega svolítið skemmtilegum punktur að vera hér með í þetta langan tíma þetta háa raunvexti. Það að segja stýrivexti munin á stýrivextunum og verðbólgunni og vegna þess að það alveg gríðarlegt aðhald sem felst í því það engin að hreyfa peninga við þær aðstæður ef þú átt eitthvað af þeim þá bara hvílur þá liggja þið þá bara bák á háum vöxtum þannig að þú ert raunverulega að bremsa allt hagkerfið og þeir sem að þurfa það lán til að standa undir einhverjum framkvæmdum þeir bíða og við þessar aðstæður þá bara bremsar á hagkerfið og það þetta tilgangurinn og í þetta langan tíma með þetta háa raunvexti að þá bremsar og þá veltur fyrir þeir sem eru hér að segja bara minni verðbólgu og lægri vexti á þess að vera með einhverjar útskýringar eða útfærslur á því í þessari kosningabaráttu tala á sama tíma það að ná einhverju miklu aðhaldi í gegnum útgjaldalið ríkissjóðs sem þýðir þá bara niðurskurður þar sem að verkefnið raunverulega að vaksa, þú verður einhvern veginn að koma hagkerfinu í gang áfram vegna þess að eitt af 3 megin hagstjórnarmarkmiðum jú þetta atvinna og full atvinna stöðugt verðlag, við erum að ná árangri þar en það líka hagvöxtur til að standa undir velferðinni og við þessar kringumstæður að þá getur þú farið bara inn í samdrátt og hvað þarf að gera þá? Þannig ég held að verði flestir þeir sem eru hér með kosningalofurinn á fallu neðan skiltunum verði bara að fara að breyta þeim hratt vegna þess að verkefni allt annað en eru að segjast alltaf að fara inn í Já, þetta gerist og svo spurning hvernig þú ætlar að bregðast við því hvernig ætlar að halda uppi atvinnustígi og hagvexti og þá lausnin að fara í stórfelldar skattahækkanir og útgjaldaaukningu. Algjörlega og þannig erum við líklega að tala bæði viðreisn og samfélkinguna ég var að hlusta á gott viðtal hjá King Birni Inga það sem var með Bjarna Ben og Sigmund Davíð viðtali, mjög gott viðtal, hvetjum allir til að taka það. Betur en þetta? Nei, en hann alveg að nálgast okkur. Þar var hann að tala Bjarni einmitt ég nú alveg og það ekkit leyndamál við Leifurum báðir mjög hrifnir af Þorgeiri Katrínu, hún okkar kona en einmitt þessi bara svona Já, ég nú reynda hrifin af mörgum konum þjóðum við það en ég velti samt fyrir mig ég verð að taka undir með Bjarna þessi neonskilli sem viljum að tala þú segir bara lögum þetta þú veist, þetta ekki bara einhver fróða eða? Breytum þessu Já, breytum þessu, lögum þetta Breytum þessu, hverju að breyta þessu breytum þessu lækkum verðbólguna, hún bara orðið mjög lág og hún mun halda áfram að lækka og það rosalega þægilt að lofa ykkur sem að fara að gerast bara fáum jól og það koma jól og ég væri bara rosalega til í að geta verið í þannig stjórnmálaflokk sem gæti bara sagt eitthvað svona fallega hluti kynnt svo einhverja meintar kostningaáherslu sínar 6 dögum fyrir kjördag og enginn velti sér upp úr því að þau eru kannski ekki búin að vera með einar áherslur síðan og að því leiturinn til líka þegar flokkar mæla svona vel sem
eru svona einhver liti popúlískir flokkar sem hafa ekki sterka stefnu eða sín sama hvernig viðrar í samfélaginu þora valla núna að segja að þau séu með aðild að Evrópusambandinu Ertu að tala um Viðreisn eða Samfylkinguna núna? Viðreisn, þau rétt upp núna í pallborðum dagsins og gerðdagsins þá réttaðu bæði já og neið þegar þau spurðum aðild að Evrópusambandinu sem auðvitað bara rámt af því að þau fara út úr Sjálfstæðisflokknum á þeim grunni að við vildum ekki ganga inn í Evrópusambandi og það einhvers konar populismi að segja það þegar þú mælist loksins í 20% og veist að fylgið þetta ekki allt sammála þessar stefnu að ætla að gögna á henni og sama má segja þessi loforðum vexti og verðbólgu þetta eitthvað sem að fara að gerast en þá einmitt spurning eins og viljum spyrja hérna hvað svo? Eigum að fara að eyða hér mörgum milljörðum í aðildarviðræðum við Evrópusambandið ætlum að fara í Kostar það marga milljarða? Já, þú veist það kostar auðvitað gríðarlega fjármuni að halda þjóðaratkvæðagreiðslu sem fólk má alveg halda og endilega halda hana áður en fólk fer í þessar aðlögunarviðræður Ég held að þeir alltaf að gera það, já Síðan þarf auðvitað að fara í stórfellda stofnana uppbyggingu til þess að uppfylla kröfur Evrópusambandsins Þá getur við samt lagt Seðlabanka niður eða ekki, okkar Það sparar okkur eitthvað penning Já, ég held að þessi draumsýn Evrópusambandið eru þetta verið að reyna að selja bara á grundvelli þess að þar eru vextilæri á sama tíma og þar eiga færri sitt eigið húsnæði þar kostnaður ekki minni við eigið húsnæði þar eru laun helmingi læri atvinnuleysi helmingi meira hagvöxtur miklu minni og eftir ég var nýsköpunar og gerðargreindaráðherra að þá verður mér ekki eiginlega sel hvert Evrópa að stefna gagnvart samkeppnishæfni álfunnar þegar kemur að regluvæðingu, nýsköpunar og tæknilausna og þetta eru bara svona nokkur atriði en þegar þessu spila fram í kosningabaráttu á þessum neonskiltum hvort sem það að lækka vexti og verðbólgu og svari við því Evrópusambandið það aldrei að fara að gerast á næstu mánuðum eða árum og við erum aldrei að fara að taka upp evru hér á einhverjum mánuðum þannig virkar ekki kerfið þannig að það auðvitað blekkingaleikur að segja við fólk að það sé svari við núverandi ástandi Sko Þorgerður Katrín við viljum að komast að geta Þorgerður Katrín talaði að í viðtali við Stefán Einari að þú væri nú búin að opna á þetta Já, það eru falsfréttir Hún gott að leiðir þetta það? Já, hún elskar að draga aðra inn í þessa umræðu gæluverkefni sitt Evrópusambandið eina sem ég hef sagt og hún var að vísa til Morgunblaðið skrifaði reyndar óvart ranga frétt út úr viðtali og hlustaði ekki á það og tók einhverjum sögursögnum réttum að ef það á að kjósa aðildarviðræður þá lágmark að það gerist áður en þær hefjast en það þetta aðlögunarviðræður en ekki að ganga í gegnum heila kjörtímabili að vera að vinna í þessum samningaviðræðum og þykja svo ætla að bera þann samning undir þjóðina og ég verða við þetta bæta að ég myndi aldrei geta tekið þátt í ríkisstjórn sem væri að óska eftir inngöngu í Evrópusambandið en það myndi það ekki vera í samræmi við samfæringum mína hvað væri best fyrir Ísland og í öðru lagi að þá kannski í þessum málum mjög mikilvægt að halda þið líka til haga að flokkar sem ætla sér þetta þeir verða að vera hreinskilnir með það að segja bara að það snúist bara það að lefa þjóðina kjósum það ok, hvaða afstöðu þetta flokkur þinn og þínir stjórnmálamenn að taka fyrir þá þjóðaratkvæðagreiðslu ætlar Viðreisn þess að þegja bara í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu og leyfa þjóðina að velja eða ætlaði að beita sér fyrir því eins og allir stjórnmálaflokkar munu gera þau munu beita sér fyrir því að sannfæra þjóðina hvað sé best þess vegna finnst mér það blekkingaleikur í aðdraganda kosninga að segja þetta snúðist bara þjóðaratkvæðagreiðslu af því að flokkurinn sem Viðreisn mun alltaf beita sér fyrir inngöngu Já munurinn kannski en viljum alltaf munurinn á kannski, þú veist, Framsókn til dæmis og öðrum flokkum og þú veist, það sem samfylkingin með sem að kannski hinir flokkarnir ekki með að þeir eru alltaf með plan þannig að það kannski vantar upp á plani á hinum flokkunum með eitthvað
Nei, ég held að við höfum bara skýra stefnu sko, til að mynda þetta með Evrópusambandið, ég meina við viljum ekki fara í Evrópusambandið, við erum alveg skýri þeirri afstöðu og það auðvitað verið að hlaupa stundan eigin stefnu þegar að flokkar segja, heyrðu, nei, við ætlum ekki endilega inn, við ætlum bara að láta þjóðum að kjósa og svo gerum við bara það sem kemur úr því sko. Þá ertu að hlaupa stundan eigin stefnu, fólk að fara að kjósa þig af því það vill vita hvað þú vilt, hverju þú munt fylgja eftir og það snýst þetta auðvitað, þannig að við erum alveg með skýra stefnu, talandum plan, þá þetta nú auðvitað hluta því að pólitíkin hefur tilhneigingu til að svona þeir sem í stjórnarandstöðu þeir reyna að draga allt niður og gera lítið úr sem vel gert og jafnvel láta svona skín í það að allt sé bara hér á heljar þröm en ef þið kjósið okkur þá verður þetta allt í góðu lagi sko. Og auðvitað erum við öll sek þarna en það auðvitað ef ég tek til að mynda bara heilbrigðiskerfið þá erum við með vissulega lítið kerfi eins og flest öll okkar kerfi, þetta stærsta þjónustu afhendingi kerfi þjóðarinnar á í öllum alþjóðlegum samanburði sérstaklega þegar kemur að bara hæfni okkar starfsfólks, heilbrigðis starfsfólks þá skorum við mjög hátt og við sinnum svona grunnþjónustu mjög vel það fullkomið verður aldrei fullkomið en það getum við ekki leyft okkur það með gæða og umbóta hugsun að leiðarljósi í svona þjónustu kerfi. Erum við á mörgum sviðum að kljást við miklar áskoranir til að mynda í mönnun og þannig að kerfið haldi svona sínum gæðum og afkastum, já, það eru við og ekki allstaðar fullkomið en það langt í frá eins og hér talað að það bara að laga nánast allt kerfið bara hérna með einu með einni töfrasprota sveiflu sko, það bara ekki þannig og það bara miður að við séum komin á þann stað því að það svo margt sem gríðarlega vel gert í kerfin okkar og við höfum að rósa okkar frábæra heilbrigðisstarfsfólki miklu meira en viðurkenna síðan það sem við þurfum að gera og bæta og ég hef nú sagt að ég myndi vilja vera áfram heilbrigðisráðherra en það að því ég núna eftir 3 ár farin að fá einhverja yfirsýn og læra svolítið inn á þetta og langar að fylgja eftir fjölmörgu þar sem við getum gert miklu betur. Algjörlega vel svarað. Þú skipar á þeirra til 8 ára? Ég væri til. Ég klár. Sko ég á bara 2 stuttarspurningar eftir áður en að leiða fyrir með einhver í kosningaprófið og rittarspurningarnar. Þetta að síga á seinni endan, við ætlum að fara fram yfir miðnætti hérna. Er það fyrst skiptið eða? Ég held Gætu, það ekki að fullir það? Við hefum nokkra 4 tíma þannig að það sko, og þetta svona svipað sem við vorum að tala þetta til ekki að begja, byrjum bara áslögu núna sko, að þú varst að tala þetta áðan með að þú ætlar ekki þið ætlar ekki að taka þátt í ríkisstjórn sem að vill fara inn í Evrópusambandið teiknu bara upp ákveðið scenario þið endið bara það sem þið eru í könnunum 12-15% Viðreisn verður við erum nú í 16 í Gallup, gefðu okkur það já, ok, ég skal gefa ykkur þetta 1% viðbátt 12-16% Viðreisn verður í 20-22-23 sko, þá þýðir ekkert fyrir ykkur að vera að segja Viðreisn hvernig það gera hlutina, þeir geta bara sagt ykkur setjast niður og hlusta væru til í að skoða fyrir ríkisstjórn með Viðreisn og Samfylkingunni þó að það væri skilyrði frá þeim að við færum í aðildarviðræður eða kosningum ESB? Nei. Það bara nei. En það var í stjórnarsáttmálum eitthvað 2016. Að hvað? Að fara, allavega það veri kosi í þinginu að fara í aðildarviðræður eða ekki? Í lok kjörtímabils? Jú, í lok kjörtímabils. Það annað en að starfa í ríkisstjórn sem að sækja aðild. Ok. Willum, sama spurning á þig? Já, bara skýrt nei, við erum ekki á leiðinu þangað. Ok, vel svarað og þá það, nú byrjum við Willum, síðan spurning fyrir kosningaprófið. Raunhæft draumaríkisstjórn eftir kosningar. Segjum að þú náttúrulega ert einn færasti knattspyrnu þjálfari sem þú ert í fallbaráttu núna og þú siglir skútunni vel, bara þið endi bara í mid-table. Hver væri draumaríkisstjórn eftir kosningar?
Raunhæft þá við bara berjast fyrir líf okkar. Já. Það þannig og hvert atkvæði skiptir máli? Já, hvert atkvæði skiptir máli og við höfum raunverulega bara, ég gæti ekki setið hér og verið í einhverju slíkum vangaveltum vegna þess að þegar maður heyja svona lífsbaratu þá maður bara einbeita sér að því að sko gera vel og vinna vel þanga til yfir líkur í þessum kosningum. Maður kannski spyrja einu í viðbót að því að Björn Ingi spurði mitt Bjarna þessu að því að þið taluðu með allir stjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og VG að það allt í toppstandi, vextir að fara niður, verðbólga að fara niður. Af hverju þá fylgið ekki meira hjá ykkur? Ekki allt í toppstandi en vissulega margt gott sem að þessi ríkisstjórn hefur gert. En svo erum við í pólitík og við þurfum alltaf á eigum að hlusta á fólk og upplifun fólks. Og fólk upplifir hér að það sé ekki allt í toppstandi og þá þurfum við að hlusta og vinna át á því, en við verðum alltaf að vera trú okkar kjarna og stefnu, myndi ég segja að við höfum unnið vel og í þessi 7 ár og fært rök fyrir því að sjálfsögðu, en við verðum að hlusta á fólk og reyna að vinna að því að bæta okkar þjóðfélag og þess vegna erum við í pólitík. Þetta ég geti við getum eitt einhverjum tíma hér í vangaveltur það á hverju staða stjórnarflokkarna með þessum hætti og svona skauta því aðeins og sagt þetta allstaðar að gerast í heiminum, við þekkjum dæmin en það þýðir bara ekki neitt, þetta staðan og ég finn alveg fyrir ábyrgð að vinna fyrir flokk sem yfir 100 ára gamall og vera með hann í þessari stöðu. Mér finnst það bara mjög erfitt en ég líka til að taka það ábyrgð og berjast hér fram á kjördag athygli og atkvæði vegna þess að það ekki annað í boði en það bara óþægilegt að fara í einhverja vangaveltur það að fara í ríkisstjórn. Það augljóst að ef við svona vinnum eitthvað varnarsigur þá mjög ólíklegt að við séum einhverjir svona kannski allavega ekki í neinu bílstjórasæti eða geta haft mikla skoðanir á því hvernig það ætti að vera en við erum alltaf tilbúin að stjórna landinu, við erum bara þannig flokkur sko. Algjörlega, Áslaug, bara þú svarar sem báðum draumar ríkisstjórn og af hverju, ef allt svona frábært, af hverju það að mæla svona? Hann sagði bara af hverju að mæla svona en ekki draumar ríkisstjórn. Já, hann sagði bara að hann væri ekki í stöðu til að svara þið. Heyrðu, sko, það auðvitað verið að hegna okkur fyrir efnahagsástandi og við höfum auðvitað lúffaði mörgu en við vitum líka að aðri flokkar í samstarfinu hafa lúfað mikið og að mælast ekki síður illa. Það bara ákveðin stemming og ég upplifi það í samtölum í þessari kosningabortu. Það ekki út, það ekki reiði, fólk ánægt með rosalega margt en það svona ákveðin þreita bara gagnvart vöxtunum sem þó að fara niður. Þannig að mér finnst það svona kosningar það megi ekki bara snúast þá staðreynd að þeir að fara niður og staðan verður gjörbreytt næsta vor verður að snúast aðeins meira af því að þó að muni komast meira hreyfanleiki á húsnæðismarkaðinu og annað þá mun til og með staðan en þá verður þannig að það vantar fleira húsnæði sko. Og þess að fela sig bak við það að þetta sé eina vandamáli í íslensku samfélagi eða svona finnst mér lélegt. Auðvitað held ég almennt að Sjálfstæðisflokkurinn í þessari stöðu ef hann bætir ekki við fylgi sitt við kannanir að þá á hann erfitt með að ganga inn í ríkisstjórnarsamstarf. Við erum bara öðruvísi en aðrir flokkar að því leitinu til að það væri afhróð fyrir okkur og við þurftum að fara að leita þess inn á við og finna kjarnan okkar og að endur skilgreina og byggja upp trúveruleika nýju. Ef aftur á móti að við fáum aðeins meira fylgi en raun ber vitni að þá geti ég alveg séð fyrir mér að við göngum inn í ríkisstjórnarsamstarf þó við værum minni en við höfum verið áður af því að framtíðin núna og ég bara
hef þannig trú á Íslandi að ég vil helst ekki fórna Íslandi í 4 ára vinstristjórn. Ríkisstjórnarsamstarf með hverju? Ég fer í Sjálfstæðisflokkin þegar það var vinstristjórn og ég var ósammála öllu sem þau gerðu og það var ekki síst þess vegna sem skoðanir mínar slípuðust þegar ég var ung af því að ég sá hvernig vinstrimenn stjórnuðu eftir hrun og var ósammála þeirri stefnu. Þess vegna held ég að Sjálfstæðisflokkurinn myndi þá eingöngu geta mynda ríkisstjórn sem væri meira til hægri, frá miðju til hægri. Þar eru ákveðnir flokkar og fleiri en 1 og fleiri en 2 og sem eru að setja sig svona á þann mælikvarða af því að ég held að við getum ekki mynda ríkisstjórn aftur nema eða farið aftur inn í ríkisstjórnarsamstarf eftir þetta nema við næðum fram meiru á grundvelli okkar grunnhugmynda. Klárt, vel svarað. Mjög gott, þá erum við komin að... Það var svo rós og þá... Já, ég bara... Það er alltaf svo þessi kostingamótu. Stefán Einar segir það aldrei. Það er ekki mikið í því að segja vel svarað. Hann er aðeins harðar en við. Já. Það kom að kostingaprófunu og það er sjálfsög búið Mar Seafood. Ég veit að margir eru svektir yfir því að Mar Seafood sé bara á Selfossi en það er verið að bæta úr því. Þeir eru að opna útibú á Frakkastígnum. Nei, fréttir. Já, heldur betur en eru þið klár komin í stellinga fyrir kostingaprófi? Það er sem sagt þannig, leikreglurnar eru tiltölulega einfaldar. Þið getið rétt þumalinn upp, þá eru þið sammála, niður, ósammála og það má alveg segja pass en þá þurfið að koma síðar og reykja í leikaramáli í drottningaviðtali. Framfloknum svolítið í. En svo er einhverjir sem að er að hlusta einungis og þess vegna ágætt að þið segi líka nei og já á sama tíma. Já. Notum orðin okkar. Já, nota orðin ykkar, einmitt áslög. Byrjum þá. Efna á til þjóðaratkvæðagreiðslu ESB? Nei. Þumalinn viljum. Þú erum að nota þumalinn. Hanna, þetta er TikTok-velliður fyrir unga fólki. Hanna. Innheimta veggjöld í auknum mæli til að fjármagna nýjar vegaframkvæmdir. Já. Það er nauðsynlegt að virkja meira á Íslandi. Já. Slaka þetta á regluverki og kröfum í byggingariðnaði til að flýta fyrir húsnæðisuppbyggingu. Já. Skattur á tekjur fyrirtækja á Íslandi er 20%. Til viðbótar kemur tryggingagjald sem er 6,35% og er einkum ætlað að standa undir kostnaði við lífeyris- og bótagreiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Eigum við að hækka eða lækka álögur á fyrirtækinu í landinu? Lækka. Já, erfitt að setja þum á þess. Það er mér að kenna festa fingur að þessu. Ertu þar? Já, ég vil þrepaskipta tryggingagjaldið og lækka það á meðalstór og minni fyrirtæki. Það er mjög mikilvægt. Já. Þurfum við nýja stjórnarskrá? Ekki nýja, nei. Nokkrar breytingar? Breytingar, já, og það eru nokkrar breytingar sem að þarf auðlinda ákvæðið verður að komin. Þannig að það er hér. Já, það er þumallin upp. Já, frá þér. Eigum að leggja niður á TVR og gera áfengissölu frjálsa? Já. Nei. Grunnskólar eiga að kenna börnum að lesa, skrifa og reikna og láta foreldra samfélagsleg gildi? Að einhverju leyti, já. Ég er með svona hlutlaust. Já. Ég beit okkur meira af þessum atriðum heldur en öðrum. Meira ánumgræn. Það er ekkert að þessu sem að hljómar sko rangt og við eigum auðvitað þessi fög verður auðvitað alltaf kjarni og foreldrar verður auðvitað að taka ábyrgð á samfélagslegum gildum en það saka nú ekki að skólinn taki utan þau líka. Það var að seinasta spurningin í kostingaprófunu á tilkynni niðurstöðunar. Ríkið á að halda áfram að styðja og taka þátt í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins þar með talið uppbyggingu borgarlínu. Já. Glæsilegt. Áslið, þú fékkst Sjálfstæðisflokkin og Viljum, þú fékkst Framsókn. Sjokkur. Við erum í réttum flokkum eftir það. Ég held stundum að þú er í röngu flokki. Ekki þessu viðtalið svona í líka. Það er bara því að Viljum er svo skemmtilegur. Já, hann er það. Og þú líka Áslaug. Það er komið að riddarspurningum og fyrir þá sem ekki þekkja til þar. Þá er það innsenda spurningar. Já, berum enga ábyrgð á þeim. Nei. Og við reynum með þess að ritskoðar ekki, sko. Nei.
Það eru samt ekki allir harðir í dag. Byrjum á spurningu til Viljums frá Pálma Þórsinni. Náði Big W að semja við læknana. Ertu þá besti heilbrigðisráðherra allra tíma? Já, klart. Heyrðu, hver þessi maður? Þetta snill. Það miklu mikilvægt. Ég get alveg sagt að þeir eru ekki allir svona næs, sko. Þessi alveg enga viðurkennilegur. Þetta var alveg. Hann með fleiri hérna sem snúa fótbolta, besti leikmaður sem þú þjálfað. Settur á punktinn hana, erfitt. Já, þessi er mjög erfitt að vera með á marga góða og það þegar maður byrja að telja upp að þá gleymum maður sumum og sko ég er sem að þylja það ekkert upp. Þeir eru mjög margir og algjörlega frábærir og svo hefur maður haft marga sem man kannski spiluðu ekki fyrir mann en æfuðu með og ég auðvitað bara sko algjör forrinda þjálfari vegna þess að ég búin að þjálfa bara eiginlega mjög marga bestu leikmennum þjóðarinnar. Mjög pólitískt svar. Já, þetta bara þú veist ég skal vera aðdáandi þeirra síðar, kannski á ég eftir að þjálfa aftur sko. Já, það viljum við heyra. Ég ætla að afgræða fótboltan af því það er önnur hérna núna. Það ég enga fótboltspurningar, skrítið. Besti leikmaður sem þú þjálfaði Nú áttu 2 syni sem eru atvinnumenn í knattspyrnu. Þeir hugsa báðir mikið um heilsuna og útlitið. Hvor er myndarlegri í augum Viljums? Og hvor er betri í fótbolta? Spyr Orri Rafn. Já, ég get augljóslega ekki svarað þessu eða gert upp á milli. En góð spurning, Orra. En frábær spurning. Ég hefði haft tilneyingu til þess að segja að pabbi þeirra væri betri og fallegri. En þetta eru miklu föðurbetringar. Ég ætla að segja að það hefur aldrei komið spurning sem Framsóknarflokknum gefið jafn mikið fríspil að svara með hlutlausu heldur en þessu sko. Þú veist að segja að þeir hafið þetta frá pappa sínum? Nei, ég heyri það reglulega að þeir hafa þetta frá mömmu sinni bæði útlitið og hæfileikana en það stingur mest þegar sko ég fæ þetta svona var ekki mamma þeirra örugglega teknísk. Já. Næsta spurning er til þín Áslaug. Hún er einfaldlega, veistu hvað tekjuskattur er hár? Hann er mismunandi hár. Ertu að tala um á fyrirtæki? Nei, einstaklinga? Sko, spurningin er bara svona. Ég ger ráð fyrir þetta sé skota á ákveðin viðtali á Stefáni. Já, ég veit að það eru þrjú þrep og svo er útsvarið fyrst og svo persónuafsláttur og hæsta þrepið er í 46% og neðra er í 33,5%. Þannig að ég get alveg farið yfir þetta og búin að reikna þetta sérstaklega út á EHF-gatinu mynda sem samfélagin talar um sko Viljum, kannski ein stutt að því að nú með heilbrigðisráðherrann í setti sko að því að nú eru læknar í möguleg verkfalli en þú ert að sigla þessu heim kæmi til greina að nú er ég bara komið einhverja hugmynd að því að segjum að þau séum með 2 milljónar mánuði þá er 1 milljón á mánuði að fara í skatt var þetta að setja eitthvað svona sérfræðiskatt bara svo í Danmörku og Íslandi eða eitthvað? Já, við erum með svona kerfi og þetta hefur verið til umræðu varðandi það að laða lækna heim en þá erum við alltaf komin að þessu jafnræðissjónarmiði líka þeir sem eru fyrir en þetta er svona tímabundið við að laða heim við höfum alveg skoðað þetta og þetta er góð hugmynd sko. og við erum með þannig afslátt fyrir sérfræðinga erlenda hingað heim og þannig að þetta er bara mjög bæði gerlegt og mjög góð hugmynd ég vil líka nefna hérna að því að við erum að sko tala um að manna landsbyggð og veita þjónustu óháð búsetu eins og óháð efnahag þá erum við búin að klára núna skýrslugerð varðandi landsbyggðina og það að fá heilbrigðismennta starfsfólk út á landsbyggðina bæði út frá sérstökum greinum en líka svona viðkvæmari svæðum og það er á borði háskólaráðherra og til afgreiðslu þannig að það er svona dæmi mjög góða samvinnu okkar á milli hér. Algjörlega. Svo með veistur menn líka bara átt að segja því og miðjumenn að það væri hægt að lækka skatta og tekjur lækna eru þau strax talsvert meiri. Einmitt.
sem var frábært. Fyrst þú minnist á skattanáslög, út allan heim það viðmið hversu mikið bjórin kostar þegar spáð í hvernig verðlagið í viðkomandi landi. Nú Ísland tekið fram úr Noregi með áfengisgjöld og erum við nú þegar með þau hæstu í heimi. Það nauðsynlegt að hækka áfengisgjöld hver áramót? Það kannski bara þægilegur peningur í púkið því enginn þorir að mótmæla? Þessi nafnlaus. Sko, ég á móti því hvað þau eru há. Hún nefnilega samt afsakið, hún alls ekki nafnlaus. Þetta allir markastjóri Búdvar. Já. Hann vildi nafnið sitt kemur fram. Markastjóri Búdvar sem við erum. Já. Sko, ég ósammála því að við þurfum að hafa áfengisgjöld svona há. Og almennt ósammála því að skattar og gjöld þurfa að vera jafn há og raun ber vitni. Þau hafa þetta bara uppfært í takti við verðlag og þróun. Það ekki verið að hækka þau sérstaklega en það þetta sem bandormur hvers árs þegar gjöld eru hækkuð og við höfum oft hækkað þau minna almennt til að reyna að minnka kostnað heimila í landinu. En það má alveg segja að aðrir flokkar, þeir eru mjög uppteknir af því að við hækkum þetta alltaf í takti við verðlag, sérstaklega áfengisgjöldin, vegna svona þess stimpil sem þú setur á þig þegar þú talar gegn meira frelsi eða lægri sköttum eða rýmri áfengisaldri og svo framvegis. Þannig að ég bara styð þennan góða mann í því að berjast gegn þessu. Við lækkum áfengisgjöldin á handverksbrugghús og minni aðila til þess að reyna að létta undir með þessum minnstu fyrirtækjum. Í heildina eru þetta bara fyrirtæki í þessu landi og það algjör óþarfi að þetta leggst aðal á láglaunafólk og áfengisskattar stoppa ekki neitt í að verða sér út áfengi. Nei. Viljum, þú ert nú búin að vera í stríði við áfengið og púðana góðu. Hvað stendur þú í þessu? Já, það bara sannað að verð býtur í forvarnarskyni og við þurfum að hækka hér, við erum nýbúin að setja hér hækka skatta á nikotínpúðana og nikotínvörurnar og ég held að þurfa að hækka líka á tóbakið. Við erum líka saman að hér allt þetta undir ein lög, það mun skipta máli, allt sem að snýr að forvörnum og hefur sýnt sig og sanna að býti í forvarnarskyni, það ég fylgjandi því og svo vil ég líka bæta því við hér að ég vil fylgja eftir lögum netsölu og banna hana. Og banna hana? Já. Banna netsöluna? Já. Þeir eru sammála hana ekki? Ég heyrðist það. Ég er bara brásmá af því að þau hafa ekki viðurkennt þetta hingað til sko. Þannig að þau ætla að banna erlenda netsölu. Verslun innan ES. Nei, það verður bara ekki netsöla hér. Þú veist að það má ekki afhenda, það átvr sem má afhenda áfengi. En það eru netsölur hér á störfum sem eru skráðar erlendis sem eru afhenda áfengi og það bannað. Já. Okay. Við höldum bara áfram að vesla við þær 30.000 að lágmarki netverslanir erlendis sem við getum vesla við bursið frá þessari bannstefnu vinstri manna. Já, ég verð að láta ríkisstarfsmann veita mér áfengi. Já, ég veit að það bara eitthvað svo mikið öryggi í því. Ég drekk minna við það. Já, telur það fært að klukkan orðin sko að bara ítrekka 10 mínútur yfir 12. Nei, það sem ég auðvitað að vísa til að það þarf að láta reyna á áfengislögin eins og þið eru með markmiðsákvæðum sínum og þessu ákvæðum það að átvr og við erum að tala einmitt átvr frekar heldur en hitt að því við viljum halda þessu sölu fyrirkomulagi vegna þess að það hefur sýnt sig að forvörn og það verður að láta reyna það og skýra það en það gildir þá alla aðila eins og Áslaug bendir á. Klart. Leilt við fáum ekki meiri tíma í þessu umræðu. Já, ég skal láta hér við mjög skemmtileg. Við fegum þetta kannski inn einhvern tímann. Já, komið eftir kostingar. Já. Frelsið yndislegt nefnilega. Já. Sko, þessi kemur þetta
hann kom að málu við mig, hann Kristoffer Orri, hann tala mikið það að fólk að bera ábyrgð á eigin heilsu og hann langaði að spyrja ykkur bæði sem sagt, hver ykkar rútína í ræktinni, eða þá gerir svo fræga færi ræktina í hröðu? Ég byrjaði daginn í morgun sem gerir kannski verkum að ég sé aðeins rauði í honum, en ég fer í vörklass og maður mætti þangað 6:10 í morgun. Langur dagur maður. Í þjálfun með vinkonum mínum 2 í viku og reyna að fara 2 þess á milli, en í kosningabortunni hef ég farið þess á milli í sund og í heitapottin og sundstundum eftir hvað er mikið samtali í heitapottinum um pólitíkina. Og einbeitt mér að nýta þá hreyfingu, en ég með góða þjálfara sem heitir Bjössi, Hilmar Björn, og hann lætur mig gera alls konar skrýtna hluti í vörklaslögum og hann heldur mig bara við efnið og ég bara ánað með þessa spurningu. Ég búin að vera mjög dugleg fyrir síðkast en það alltaf reglulega skipt rækt svona til að breyta til. Viljum, ertu einhverju bumbubolta? Nei, ég hættur því, það var bara vesinn, en ég að byggja mig upp í það og komast í slíka nattur, þannig ég reyni að fara daglega. Það er aðeins klikka núna í kosningabaráttunni. Að fara svona mótnana heitir að fara taka nætuvæktina og ég tek svona 30 til 40 mínútur og viðmiðið að gera það daglega. Þá blanda ég svona 20 mínútum, tek ýmist hjól, skíðavél eða göngubretti og svo ég með svona liftingarútínu 20 mínútur og svo tegjur í 5 mínútur, en reyna að vera ekkert allt á lengi og bara einn út. Bara 30 mínútur á hreyfingu á dag, þetta er eitthvað sem við ættum öll að reyna að ná og bara hvetja fólk til, en mér er líka svolítið búið að, sorry að sé snútur, en að því við vorum svo mikið að tala forvarnir og lýðheilsu, það voru margir stjórnmálafóringjar í þessar kosningabortu búin að koma fram og gott að segja því að þeir sofi í einhverja 3 tíma. Sem þetta við. Og Þorgerður Katrín, og ég bara ætla að segja að það er ekki eitthvað til að vera mjög stoltur af. Svefn er algjör lykilatriði þegar kemur að geðheilbrigði og velíðan bara til að takast á við erfiða tíma, þannig að ég hvet þessa góðu andstæðinga mína til að sofa betur. Ákall. Passa upp á svefnin, hreyfinguna og mataræði, en þetta vil fara úrskeiðis. Á þess að beitaðu einhverju forræðishyggju, sko. Þau þurfa að halda sér í formi eftir kosningar. Klárt. Rétt, sko. Það eru í raun og veru bara 3 spurningar eftir. Það er náttúrulega... Og skotganga hjá okkur. Já, Pálína Axelsdóttir, hún er mikinn... Hún er dálítið að slæta. Já, hann er afar umhugað íslenska náttúru og vil einfaldlega spyrja ykkur hvað ætli þið að gera til að vernda íslenska náttúru. Kannski byrjum á þér, Willum. Já, sko, ég fer alltaf svona hrekkt tilbaka. Ég er nú svona svolítið gamall, sko. Sem ég segi þessi 150 ára. En við eigum hér ágæti sögu að segja í Framsókn og þá minnist ég Eysteins Jónssonar sem var svona mjög mikill frumkvöðull á þessu sviði og við bara svona fylgjum því og höfum alltaf verið náttúruverndarflokkur en við þurfum bara að horfa á jafnvægið í þessu samspili, hvernig við nýtum náttúruna og auðlindirnar og verndum hana og það er Framsókn svona og hefur alltaf verið. Áslaug? Já, ég held að hægri stefna og eignarréttur sé besta stefnan fyrir aukna náttúruvernd, fyrir virðingu fyrir náttúrunni og að ríki er ekki endilega besti eigandi á jörðum og löndum, en náttúruvernd er auðvitað náskyld loftslagsmálum og svona uppbyggingu Íslands og þarna þurfum við að geta búið til kerfi sem verndar bæði náttúruna og við tökum okkur saman mikilvæga náttúruvernd og sama tíma og við nýtum ákveðna náttúru til hagsbóta fyrir land og þjóð og það hefur verið byggt ákveði kerfi sem felst meðalans í rammaáætlun og svo felst það í friðlýsingum og öðru slíku. En ég held bara að flestir Íslendingar séu náttúrunundur þó við höfum aðeins skipta skoðunar á því hversu langt eigi að ganga og ég er ósammála fólki sem setur náttúruvernd 100% umfram orkunýtingu en ég held líka að við séum langflest á þessum skala
að vilja vernda náttúruna, að við vitum hver dýrmætt íslensk náttúra er fyrir land og þjóð og útflutningsverðmæti og fleira, en að við áttum okkur líka á því að við verðum að búa til aukna græna orku og það er algjörlega forsenda aukina framfara af því að það sem mig greinir ofta á við vinstrimenn í þeirri umræðu er að ég til ekki að við erum að slá af lífsgæðum okkar vegna loftslagsbreytinga. Klart. Mjög gott, þá erum við komin að loka spurningunni. Búið að vera ákaflega skemmtilegt að sitja þetta með okkur í kvöld. Takk fyrir komin. Sem leiðis. Þetta er í 2 tíma hjá okkur. Já, reynum og líður hratt. Já. Ef við kannski endum þetta bara á því í stuttu máli. Áslaug, við byrjum á þér og viljum þú fara svo eiga hið eftir svona loka orð. Áslaug, af hverju á fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Fólk á að kjósa Sjálfstæðisflokkinn af því að hann stendur fyrir mjög skýri stefnu sem ég horfði til þegar ég var yngri frelsi einstaklingsins. Og hvað þýðir það fyrir mér? Það þýðir það að við teljum okkur stjórnmálamenn og ríkið ekki betur þess fallið að ráða yfir lífi fólks eða ákveða hvernig við eigum að verja fjármunum þeirra. Heldur viljum við reyna að lækka skatta, búa til þannig umhverfi að hver einstaklingu blómstri og tryggja jöfn tækifæri að aðgengi að mennta- og heilbrigðiskerfi og ríki forgangsraði mun betur þegar kemur að rekstri hins opinbera og í hvað við verjum fjármunum okkar. Sjálfstæðisflokkurinn er einfaldlega burðarstólpi þegar kemur að því að mynda hér ríkisstjórn á hægri væng stjórnmálana og til mikilvægt að fólk forðist allar eftirlíkingar af því að stefnun okkar er vinsælli núna þó að við mælumst ekki með það fylgi vinsælli að taka upp en það er kannski spurning hver skoðunin verður þegar næstu kosninga koma og umræðan verður ekki eins. Þannig að ég tel mjög brýnt að við byggjum meira, við ýtum á auki framboð, að við lækkum skatta og við nýtum verðmætasköpun og tryggjum atvinnulífið sem er forsenda þess að geta byggt upp öflug kerfi, að við þurfum að ráða sér kerfisbreytingar og ná meiri árangri í útlendingamálum sem er ákvörðun að slíta þessar ríkisstjórn út af og það standa nokkur mál fram á borðið sem ég trú ekki að Reykjavík og módelið í borginni sé það besta fyrir landstjórnina og þeim áskorunum sem við stöndum framifyrir. Takk fyrir. Þetta var mjög gott, meðalstutt mál. Já, þetta var mjög gott. Viljum. Mér finnst svo gott að hlusta sko og ég er enn að melta en með framsókn þá fáum við minni öfgar og fólk fær meira jafnvægi í sitt líf, hefur atvinnu til að skapa verðmæti sem að mun styðja við áframhaldandi uppbyggingu velferðar sem að við leggjum alltaf mikla áherslu á. Áslaug Arna, Willum Þór, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komin og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir okkur. Takk sem leiðis.